Já, komið sæl og blessu verið velkomin aftur í ljósleiðaradeildina. Við ætlum að halda áfram með þriðju umferð. Það er 50 og það er Saga á móti Þór. Við hliðina á mér er maður sem að kemur á fjöllum. Það er engin annar en Leo Soku Death Cake. Pun intended eða? Ja, Nýkomin á fjöllum Austurríkis. Það var svolítið svoleiðis sko. Er þetta á bretti en? ég var tilbúið með annað pönn sko. Ég myndi ekki þora að fara upp á fjöll nema ég væri öruggur að ef þú myndir detta, ég er sko skítrættur ég er mjög loftrættur og ég hef alltaf, maður hefur séð svo mikið af mymbundu þar sem að menn er að fara svona svo allt í hennu bara, það er hóllina niðri. Þetta er venjulega ruddarbrekkur sem að maður er að fylgja, maður er ekki að going off-road sko, alltaf ekki ég fyrir bara svona fjórum, svona, þú veist. Ertu mikið á brettið? Já, ég var mjög mikið því ég var yngri, ég var ekki búinn að fara í 10 ár, ég hef búinn að viðbjörnsbrotna 2 ár, en mig grunar hins vegar allir hafa verið grátandi, ég hafi ekki verið henni í seinustu viku, en ég er komin aftur, engar áhyggjur, I am here. Það er svoleiðis. Já, ég veit hversu umulir þið allir hinnir eru. Rísist það bara við byrjum sterkir núna, við erum ekki að sækja okkur. Nei, ok, ég ræst, ég veit að Tommi er ykkur starf að horfa. Já, eins og ég segi, það er svona það sem að hræði mig aðalega er einmitt þessar brekkur skilur og það er eitthvað, maður sér bara þessi myndbönd en auðvitað eru þið náttúrulega í miklu öruggari svona skíðasvæðum. Já, fínt, bara svona inn á milli sko, en það er sáttur að fá að byrja aftur, við erum bara góð. Geggjað, og hver er fá að byrja aftur? Það er Þór, þetta er alltaf fyrst skipti sem að ég fæ að lýsa þeim núna í þessari deild. Ég hef ekki séð þá spila áður, en Saga hef ég spilað áður og þú varst einmitt að lýsa leik með mér hérna. Með þér, þau voru á móti það var rosaleikur. Það var rosaleikur. Margur var eiga geggjaðan leik, það var KBJ. Það var KBJ, þeir voru ekki að ná að brjóta í gegnum þá, alveg sama þó að Ofvirkur hafi verið með svakalega sterkan leik. Nei, það var ekki Ofvirkur, var ekki liðinu þá. Nei, Vargur, Jesús. Vargurinn. En má ég sjá. En þetta er, Þór á móti Sögu, við erum náttúrulega búin að sjá mikið af uppsett núna seinustu umferð og líka í þessari. Við erum búin að sjá, var ekki Þór tapa á móti Sús 2-1, við horfðum á Dusty tapa á móti Hyper yes. Og ef þú horfir bara á riðlatöfluna, við höfum aldrei séð þetta áður. Nei, þetta venjulega ertu að horfa á topp, skilur 3-4 liðin vera að vinna flestu leikir og kannski tapa einum á móti ykkur öðru topp 3-4 liði. Núna erum við bara að horfa á 8. síð, taka út 4. Við erum að horfa á 7. síð, taka út 1. Þannig að ég er peppaður fyrir þessa deil. Ég er nefnilega eiginlega verið að segja það líka, sko. Það er einmitt svolítið Dusty sem að byrja þetta trend, sko. Eða kannski Hyper CS, við gefum þeim sigurinn sem þeir eiga skilið. Algjörlega. En þú veist, þetta var ekki 2-1 og 2-0 og bara út frá því þá fáum við að sjá bara miklu fleiri leiki sem að fara bara til fjandans. Já, bara að segja það. Þetta er, ég er mjög forvitin að vita hvað fór úrskeiðis alltaf í Dusty-leiknum. Við erum alltaf að tala Dusty er ekki búin að tapa leik, ég veit ekki hvað lengi. Þeir eru ekki búin að tapa leik. Þeir hafa mist möpp, en þeir eru ekki búin að tapa leik í svolítinn tíma. Þeir unnu alla leikina sína í síðustu deild. Ég held þessi nánast búin að vera bara undefeated í, hvort það sé, þetta í árið eða eitthvað. Og svo fórum við á skjálta eftir það og maður sá líka bara að þeir voru ennþá á sínum hraða þar og bara spiluðu ótrúlega vel og það eiginlega bara kemur hreinlega sagt á óvart hvernig þessi leikur fór. En já, eins og segir, það er ekki bara þeir, heldur eru við búin að sjá fleiri upsets og þetta er lið sem að mér finnst geggja að taka eftir. Þeir eru að spila mjög vel og utility við Tommi tölum KBJ leikis við sáum í síðustu viku, afsakið í þessari viku, það var núna á þriðjudaginn. Hvað vorum við á móti þá? Voru á móti KBJ. Var það ekki fyrsta leiknum? Það var með mér. Jú, það var með mér. Nei, KBJ voru á móti, það var á móti Vega. Þetta var KBJ Vega. Og en það sem kom á óvart þar, KBJ voru bara ekki að hitta neinum í tildum. Maður hefur séð alveg þegar smókar er að klessa í vegginu eitthvað svona óvart skilur, en það voru 2 flöss sem að fóru upp í nú veit ég ekki hvað kallar þetta, slonna eða eitthvað svoleiðis fyrir ofan kameruna og svo voru líka 2 smókar hendur á sama tíma á miðjunu og það var svona að vanta allt communication. Vanta smá chemistry, smá flow í leikinn. Ég held að það sem ég held að sé að gerast er eiginlega sama vanalega er að þú ert að horfa á fólk koma úr fríi. Við erum að tala þú veist, desember kemur inn, seasoni klárast í lok nóvember, fólk er ekkert að spila Counter-Strike á þessi tíma, allir eru bara svolítið að taka smá rólega og engin móti í gangi eða neitt og síðan
byrjar deildin þannig held ég bara að gæjar eins og Zeus og Hyper eru kannski búnar að vera að spila, Dusty er búin að vera bara hérna, hendurnar uppi, skiluru, og KBO líklegast líka og Vega hefur verið að gera það líka, þeir hafa allir bara verið, þú veist, bara í off-seasonu, skiluru. Þannig deildin yfirleitt byrjar hægar og þegar það byrjar svona að rampa inn á deildina, þá byrjar fólk aftur að ná þakinu sínu og þá held ég að við byrjar að sjá akkurat meiri og betri performance frá topp 4 liðunum en við erum að sjá allavega núna. Já, ég ætla að taka undir það og ég meina, það er alveg rétt, ég meina svona off-season, maður sér þetta líka bara út í heimi, það menn byrja röff, en svo þetta er bara fínt svona warm-up sérstaklega þegar þú hefur ennþá efna á því, en menn þurfa að fara að passa sig, það er ekki ómargir leikir sem getur tapað, en við ættum, ef við förum eftir því trendi, þá ættum við að vera að sjá góðan leik núna á Þór á móti Sögu þar sem að þau eru svipuðu síti, þetta er 5. og 7. síti ef maður rétt. Já, eru þið eitthvað búin að vera að tala nýja updateið það? Við fengum Anubis leik í fyrradag, og ég er áleikir, ef þú mistir að þeim leik, þetta var eitt besti Anubis leikur sem ég hef séð. Ég horfði á hann. Þú horfðir á hann? Ég var að horfa, auðvitað, miklið. Já, ég meina. Ég get ekki horft á það. Nei. En ég tók eiginlega eftir þessu. Ég náttúrulega tek þetta frí hérna. Ég spila fyrsta leiki með Vega, tek frí hérna í 8 daga til að fara til Austurríki, síðan kem ég tilbaka og ég fer bara inn á server og allt í einu líður mér bara eins og ég sé skemmta með sjónina eða eitthvað. Ég hef bara þetta er ekkert eins og þetta var. Þetta er eitthvað pínu skrítið og síðan allt í einu ég bara búið að updata engine á leiknum og hann er öðruvísi. Updata engine? Já, það voru einhverja litla breytingar á engine, hann leikurinn flæðið á leiknum er eitthvað svona smá... Eitthvað tengt subtekinu? Já, subtekinu og þeir gerðu einhverja breytingar aðrar líka. Ég var ekki búin að fara nógu ítalega í hverja nákvæmlega breytingar það voru, en leið og ferðan á serverinn, ég fann þetta leið. Ég var bara eitthvað, það er eitthvað pínu off. Og núna er bara spurning hverju er líka nú að adapta hraðar inn í þessar breytingar, sko. Nú eru Counter-Strike spilarar famously ekki mikið fyrir breytingar, hvort sem það séu góðar eða ekki, það tekur alltaf tíma. Myndirðu segja og horfir á frá því sjónar þetta séu góða breytingar, hvað var það engineið allavega? Geggjaðar. Já, þetta bara er allt annað. Þetta er miklu meira svona responsive. Já, svona eins og CSGO var á sínu tíma. Já, þetta er eiginlega, þú ert að fara fyrir hotn og þú finnur bara instantöður, eða skiljur, þetta er svona einhvern veginn virkar aðeins meira bara svona líkara kannski svona eins og engine í Valorant er svona aðeins meira bara svona þetta gerist eiginlega leið. Þetta er kallað Voldemort hérna, hef ég heyrt? Já, ég hef heyrt það, en þú veist, þið verður bara að lifa með því ég er einn með emoji hérna hinum megin líka. Já, það er svona, það er í báðum leikjum. Já, en kannski spurning hvort við förum ekki bara í line-upin hérna í kvöld Þór á móti Sögu og byrjum kannski bara á Þór eða ekki? Báum bara Þór fyrst út af því að ég veit að það er ein breyting þarna og það er Lev Fluff, hann kemur inn í liðið fyrir Þór, er það ekki rétt mér? Reynslubolti og einmitt reynslubolti hérna líka, við erum á báðum stöðum inn á server og á borðinu hérna. En svo erum við klassíska line-upið, það er Bjarni, Viktor, Stjáni og Mozart. Já, menna þeir standa þarna í síti númer 5. Algjörlega, við erum náttúrulega með Bjarni hérna IGL eins og vanalega og Mozart á vappanum. Fluff er svolítið skemmtilegt wildcard því hann er alveg leikmaður sem hefur verið í toppliðum, hann var í Dusty line-upið þarna á tímabili sem var eitt af bestu Dusty liðunum á sínum tíma, ég veit ekki hversu lengi hann var þar, það var alveg, það var season eða 2 eða eitthvað. Það var allavega 2 season. Já, og þú ert náttúrulega með Stjána Gula sem er búin að vera, svolítið hefur gengið á milli liða, var náttúrulega í Vega á tímabili og hvort hann hefði ekki verið Dusty líka, hann var tekinn hérna inn í Dusty og síðan núna komin í Þór. Og Viktor náttúrulega hefur bara alltaf verið nokkuð þéttur og góður spilari, þannig að Þór line-upi er, þú veist, ég myndi ekki setja Þór line-upi sem eitthvað ógeðslega mikið firepower lið. Nei. Þetta er meira svona team chemistry. Já, þeir kunna leikinn og vita hvað þarf að gera til að vinna leikina. Það getur verið ein og ein hetja í liðinu. Já, svona hetjan er eiginlega bara Mozart. Mozart er eiginlega svona helsta firepower ef hann kemst á vappan og næra fragga, skilju. En hinir eru svolítið bara að spila af hverju öðrum og nota tímasetningar til að fá opnarinnar versus að fara bara í pjúra aimfight til að fá það sem þeir vilja, eins og önnur lið hafa. En sem er ekkert síðra, skilju. Þetta minnir mig bara á önnur lið sem hafa verið í svona top 3 sætum back in the day og þeir bara, niðurstaðan hefur alltaf verið mjög góð hjá þessum liðum. Einmitt. Er það ekki þá að segja að þeir ættu í rauninni að adapta rosalega mikið við söguleikið sem að snýst rosalega mikið að fara og sækja þessi tækifæri, reyna að sækja þessi multis og þá eru þeir kannski frekar í því að spila af hvort öðrum og treyta. En eina spurningin er kannski hvernig þeir höndla það á T-hliðinu út af því að við sjáum að Saga elskar að pússa sem defender. Algjörlega. Og spurning bara að fá hérna upp þá line-upið hjá Sögu. Já, hendum Sögu upp og sjáum hvernig line-upið er þar. Það sýnist mér vera bara eins og síðast. Enginn komið með nýr inn. Það er ADHD, Kraken,
Hunsi, Hundene, Gutti og Skún. Já, sko, við hefum verið þessar breytingar náttúrulega liðinu. Þeir fá Varginn hérna inn í lok seinasta tímabilsins sem fyrir ykkur sem veit ekki þá það Kraken hérna á skjánum sem var gott upgrade fyrir að því Vargurinn bara arguably með eina mestu reynslu af séspilarum á landinu og mjög aktífur líka og gott firepower og kann að búa til tækifæri úr eiginlega engu. Já. En restin af liðinu búin að vera svona, þú veist, mér líður pínu eins og að þeir hafi tekið mikið högg firepowerlega séð að missa Enoch. Okay. Enoch var svona leikmaður sem að getur búið til chaos og getur svona valdið ringulreið og góður í entry frökkunum. Ég sé ekki annan leikmann á blaðinu sem að í rauninni næra taka upp þann þráð. Nei. Þú veist, hei Hundene, þú veist, leikmaður með geggjaða reynslu og allt þannig, en þú veist, hann bara fjölskyldufaðir skilur og hefur ekki sama tíma og Enoch hefur að spila, þannig hann ekki að fara að ná að taka upp þennan þráð sem að hann skilur eftir, hann Enoch. Aftur á móti ADHD, akkurat svona leikmaður sem getur verið geggjaður, getur líka aftur á móti, hann svolítið svona hár eða lár, hann aldrei með eitthvað milliveg, þetta alltaf annarkvort hann hár eða lár og ég held að tengist því bara hvernig spilastílinn hans hann með rosalega svona villtan vappastíl og ef hann ekki með klukkutímana til að bakka það upp, þá hann að fara að finna fyrir því og núna bara spurning, hann búinn að vera að spila eða ekki? Setja inn klukkutímana og það rétt, ég ætlaði bara akkurat að nefna þetta, ADHD hann á einmitt mjög high highs, líka low lows. Hann gerir það bara í síðustu seríu sem við horfum á, þá átti hann rosalega góða núgleik, fórum yfir í Döstu, ekki góða leikur. Þannig að það rosalega fljótt að breytast í honum. Ég svona persónulega, þú veist, ef ég að búa til lið, ég persónulega tek leikmenn sem að averagea frekar heldur en há að lág. Því þú veist, ef þú ert einhvern tímann að hendi í 3.15, 4.15, það bara leikur sem mjög erfitt að vinna. Og meðan aðri spilarar geta oft, þú veist, fundið að þeir eru ekki að hitta og þá bara adaptaðir playstílinni þannig að ég ætla að fara bara og spila þannig að ég nái ykkurum fröggum en ekki endilega að fara og ofselja mig, skilur við. Hann líklegri til akkurat að fara bara aftur í píkið og aftur í píkið þangað til að þetta gengur upp, skilur við. En það getur líka valdið því að liðið tapi út frá því hversu gráður þú ert í peikunum, sko. Sjáum hversu gráður hann en við fáum að fá vídeó fyrir framan okkur, þá getum við svona séð hvert við erum allavega að stefna og getum þá búið til hugmynd fyrir því, en vídeóið ætti að vera þá pikk örugglega núk hjá Sögu. Það er svona fyrsta sem að mita eftir í hug. Við sjáum bannið á Dust 2, það er Þór sem að taka það strax í burtu, vilja ekki bara þangað. Hvað banna Saga? Overpass? Ok, ég sá alveg fyrir mér overpass banna, mér finnst eins og Já, Þór eru mjög hrifnir á overpass, þannig að kemur svo sem ekkert á óvart að Saga myndi banna það. Mirage pick ekki pick sem maður sér oft allavega í þessari deild. Ekki fyrsta leik og ok, Saga kannski... hafa verið mjög hrifnir af Ancient í gegnum tíðina, en spurning hvort þetta endi float á Nuke. Ég held að bæði liðin eru hrifin á Nuke. Já, ég held að það sé bara gott call. Og líka bara fínt að flóta Nuke út að þá hnífið upp á helmingin, frekar en að velja það og akkurat lenda í mögulega erfiðum terhelming út af þú valdið það, sko. En þarna eru þeir báðir bara að tryggja upp að ok, núna höfum við allavega séns að bara hnífa upp það og ef við fáum verri helmingin þá bara so be it, sko. Ég mjög fegin að fá Mirage í byrjun leiks. Mér finnst það aldrei fá að vera fyrsta mappiki. Mér finnst líka, þetta mapp sem að sko hvort sem að þú sett góður í þessu sem lið, þá eru bara allir leikmenn góður í Mirage. Bara yfir grunni. Það rosalega standard hvernig þú spilar þetta mapp, alveg sama hvaða lið þú Þetta sama metan búin að vera í þessu mappi núna í bara 10 ári eða eitthvað. Þetta búið að spilast eins, það ekkert miklar breytingar búin að verða, kannski einhver aðeins meira funky smókur, svo kemur kannski 1 nýr smókur á 2 ára fresti. En mappi eiginlega sama, það bara þetta mid-control, þessi A-smókar og síðan einstaklega sinnum eru liðið með eitthvað skemmtileg B-execute. Við erum bara ekki búin að sjá mikið af því. Ekkert eitthvað mikið verið að smóka þarna af á sjórtinu og glugganum frá, þú veist, bíolóbíinu. En ég held að þetta verður bara svona straightforward aim fight í rauninni í Mirage og núna er bara spurning hverjir toppa það. Þú ert með góða vappa í báðum liðunum, þannig að Hvor liðið hittar það bara? Já, þú veist, ef við hugsum út í þetta, þá ætla ég bara að spyrja hvernig er spáðin fyrir þennan leik? Sko, ég í rauninni ekki með spá. Ég myndi segja bara 2-1, sko. En það er rosalega einfalt. Það er nefnilega, ég eiginlega get ekki pikkað á milli, sko. En ég myndi fara í Þór aðalega út af því að Saga hafa verið inconsistent. Og þá mega ég bara ekki missa mapp út af því ég held að þeir geti svolítið, þú veist, fara inn í skil eftir eitthvað tap, sko. Það kannski fer eftir einhvern Mirage-leikunum fer frekar. Já. Hvort að ef að Saga vinnur Mirage,
þá finnst mér eins og þeir þyrftu að vinna einsend líka til að vinna seríuna. Ég held að þetta verið sannfærandi 2-0. Ok. Ég held að Þór taki það. Þú heldur að Þór taki það? Já, ég held það. Ég er ekki alveg seldur á nýja line-upinu hjá Sögu eins og Þór line-upið með þetta structure, skilurðu, sem að þeir geta fallið alltaf aftur á ef hlutir að ganga illa. Saga minna með það, þetta meira svona chaotically sem gengur út af individual performance og fá þessar opnanir og eitthvað hannig, og þeir eru ekki alveg með það sama eftir að Enoch ekki lengur í liðinu. Þannig að þeir þurfa í rauninni bara ekki draga neitt frá Sögu í rauninni, þetta eru frábæri leikmenn en þeir þurfa hins vegar að bara sýna mér að ég hafa rangt fyrir mér. Annars ég að hallast það 2-0 Þór. Ég held að Vargurinn sé alltaf að fara að mæta Söru. Það eiginlega bara gefið. Hann gerir það yfirleitt. Og hann að fara að gera play-in sem að opna leikinn og sömuleiðis ATHT ef að hann fær að vera heitur. En hvort að það dugi á móti line-up eins og Þór, akkurat eins og sagðir, þeir eru góðir að spila á hvort öðrum og þá eru þeir ekkert að leyfa svona chaos að því að þetta bara grunnurinn. Ég held að þetta fari eiginlega bara alltaf herðarnar á Varginum. Í rauninni. Ég held að hann muni þurfa að etja leikinn þannig að Saga taki það. Og það bara spurning hversu mikið á hann inni til að geta, eða þú veist, fær hann tækifæri til þess, skiljum. Það getur verið mjög erfitt ef að hinn eru ekki að fylgja einhvað eftir, sko. Þeir þurfa allir að vera average eitthvað nokkuð ákveði til að Vargurinn nær í rauninni að rífa leikinn og setja hann að baki á sér og klára. Þannig að ég eiginlega bara mjög forvitin að sjá, en ég aftur á móti ef ykkur getur það, svo sem það Vargurinn, sko. Jú, ég meina, hann getur verið heitur og verið bara með 25 bombu og bara verið að gera helling. En hann getur líka verið heitari og verið með 35 bombu og bara verið að stúta hinulið. Það nefnilega málið. Það það sem að, einmitt, þú veist, það insane hvað hann svolítið svona ofvirkur bara á riffil. Já, hann basically bara jack of all trades spilari. Svolítið, hann getur þannig sér gert eiginlega allt, svona öll hlutverkin, skiluru. Hann getur endriað, getur verið lurkerinn og playmaker, sko. Og average alltaf sitt, hann aldrei eitthvað að gjörsamlega út úr kortinu. En average annarkort bara 12-13 sem bara, þú ert að skila þínu eða þá 30, skilur við. Já, sem bara, einmitt. Þetta að brjóta þetta? Nei, algjörlega. Og þannig að núna þetta svolítið, ég myndi hallast það, smá brekka, örlítill, halli á Sögu í þessu leik. En ekki skíðabrekka og sem betur vera ekki death cake í þessu því þá hann búinn að detta og renna niður alla brekkuna. En við sjáum hvernig þeim gengur hins vegar hérna. Byrjum við fyrsta round í Mirage. Það pickið hjá Þór og við sjáum þá þar að leiti spila á attack sætinu. Það virðist halla í eitthvað B-split, að minnstakosti meiri hlutinu upp á miðjunu. Við sjáum Bjarna fara hérna undir smoke connector fyrir einmitt short pussi og þetta voðalega einfalt pistol, fara einmitt bara út frá þessu. Molli mun brenna en hann hleypir alla leið. Hann ekki að talda crossinum, bara mjög gott, tveir að taka móti. Og Hunsi verður að smóka sig, halda sér lifandi, búa til tíma. Hann verður nei, akkurat. Nokkuð gott entry, hann bara sannfærandi. Og erfitt þriggja manna retake, en það ennþá einn maður lengdur inn á sætinu og það Hunsi. Vita sennilega af honum B-spilari og komin hérna út úr smók, nær ekki nema einum og það náði ekki að opna retakeið fyrir Þór, afsakið Sögu, en Þór taka þetta pistol mjög samfærandi og mjög clean, einfalt pistol og líka bara treyst á. Bara einfalt round, þannig sé, bara committuðu bara á það og allir committuðu saman og það bara gekk upp. Eins og alltaf gaman að sjá Varginn vera að bera ofan, ég prófaði það nokkru sinnum og það bara ekki þægilegt. Nei, ímistu stólinn og ert alveg bara vonlaus. Sko meira segja, geti farið allavega eftir tíma þegar ég keypti síðasta stóli minn, ég keypti hann á valdan ekki með leðri til að sjá, þá geti verið, nei, það bara óþægilegt. Þetta bara... Kannski hann bara sitjandi á kolli eða eitthvað. Þetta bara... Þeir íri hérna inni, Flass kemur líklegast yfir og þeir hlaupa út, ger ég ráð fyrir. Nei, þeir ætla bara að bíða hérna. Og þeir eru aftur komin bara shortið, ég opið og bara fallið. Vita enginn hérna. Ef þeir ekki með hljóð heima á okkur, þá erum við í málinu akkurat núna, en við fáum þetta inn eftir smá. Þarna eitthvað dett inn. Mjög lágt, en já, það heyrist. Við heyrum eitthvað. Það heyrist bara herri í okkur, það er eitthvað miklu betra. Það heyrist allavega ekkert í Sögu, það fer ekki milli mála. Þeir þurfa bara að bakka út frá þessu og kalla þetta af.
Já, já, já. Þar kom þetta. Náður þetta alveg ágætt refsing. Já, þetta náðu einu viðbútt væri gott. Eina tvær beislunar bara enn á aðeinu. En já, 2-0 fyrir Þór og þá fáum við alveg gun round hérna hjá Sögu og kemur við núna í ljós hvað þeir ætla að gera til að stöðva þetta. Þeir eru nú strax farnir í að byggja góðan banka á Þór. Þetta var samt frábært ígó hjá þeim. Þeir ná að brjóta bankan þannig að nógu mikið að Þór mun ekki eiga efni á kaupi í næsta rándi sem eiginlega það sem þeir þurfa í þessu tilfelli. Ati, hann ekki lengur í stólinn, það ekki að milli mála. Draugur kallinn. Alveg kominn inn í leikinn. Út bara með 10 HP varkurinn svona gráður hann að Mozart tekur 2 og einnig gegn smókin. En fáður flotta opninu og hundin má bara alls ekki detta því að það var held ég eina leiðin fyrir þeim. Jú, ADHD komin á B1 og rétt svo neita þessu. En núna þurfa þeir bara svolítið að gambla og hann veit að kýsa að fara aftur strax í áttina að aðeinu og þetta eiginlega bara rétt að kóli á sama tíma Gutti að koma sér og ef að Gutti nær, nei, þetta eiginlega eftir honum, eða hvað, ef hann heldur offenglunum þá er hann með Já, Gutti með 2, mikilvægt Killiana með bombuna, mögulega bjargaði bara rándinu algjörlega. Held það og líka bara ennþá betra að ADHD, jú, hann komin hérna í áttina að jungle en hann var að spila á undan en Gutti líka bara strax komin tilbaka. Hann ágætis posi hérna, ég held að Mozart sjá hann frábært hjá Gutta og næra bjarga þessi einhvern veginn fyrir Sögu. Þetta leit mjög illa út á tímabili. Já, gerði það en geta þakka Gutta fyrir að hafa búið til play og hann meira sér var ekki of aggressífur sem eiginlega bara kannski að besta í stöðunum. Spila frekar offanglið, vissi að þeir voru ekki búin að gera neitt official play á íðinu en líka þetta var bara svona hárspreyt upp á hvort hann myndi vilja kíkja lengra eða ekki. Hann var svona á ég að kíkja heldur offanglinu og fær bara akkurat fraggið þarna. Þetta munaði bara einhverju sekundum að þetta hefði ekki gengið upp. Að vera ekki svona greedy í 2v3 bara akkurat það sem þeir þurftu núna og hann að spila A-angurinn mjög vel og enn að gera gott með 2 áður en að þeir missa sætið. Jú, þetta eru tekkur en sko. Það insane. ADHD, hann kom með einn í viðbót hérna og þetta býður þeim upp á að fá rándi aftur tilbaka. Þeir voru búin að gera gott úr þessu hjá Þór. Bomban komin niður, þetta það fyrsta. Smókarina sem ná allavega að covera þá í einhvern pínu tíma og spurning hvort að Saga býð eftir þeim og komi síðan eða hvort þeir ætla bara að hlaupa áfram inn í þá. Ég með flasið hérna og Staur blindar blöffaran en þá þarf hann að gera eitthvað úr þessu. Stjáni nær einum, hann verður hann á skún, nær skún, núna þetta alveg doable. Já, LeFluff, okkar maður, hann nær þessu rándi. Það streymisveitan sko. Já, þetta var vel spilað hjá Þór, spila svolítið af hver öðrum, hann píkar hægri og hann LeFluff kíkur Stjáni, nær einum, en heppilega nær hann skún og þá þetta svolítið eiginlega í hans höndum að því tíminn lár verður að hlaupa í hann. Eiginlega. Og hann bara klára. Ógeðslega vel spilað hjá þeim einmitt og bomban fer niður og þá allt í einu má reyna við allt rondið en það ekki alltaf priority í þessum quick kaupum að fyrst og fremst ná bombinu niður áður en á reynir að vinna rondið alla leið? Já, byrja á markmið 1, planta markmið 2, reyna að vinna. Og gera þeir það bara 100% vel enda spila vel af hvort öðru en geta komið aftur tilbaka. Gutti, hann bara early mjög volgur hérna, strax komin í gang og getur gert ennþá stóran skada og allavega komið Sögu að halda einn áfram gangandi þá til að restina leikmönnum kemur inn eins og sjáum við bara kýtla á öllum serverunum, ekkert ákveði virðist vera. Nei, í honum LeFluff, já, en krakkinn bara betri. Það bara þannig, Víklundar að gera skada. Nei, ekki öðrum, en aftur á móti 4 á móti 3 núna, keira henn og shorti 2, 1 og ár, nær að tengja. P250 í Mozart alla leið. Skúnda bara halda sér á lífi hér, býða eftir að rollfetti kemur inn, nær því ekki. Spottar Gutti og hann með yfir höndina að vita hvað hann krakkinn tekur bardagan en nú þetta alltaf Gutta að ná að opna sætið og hann gerir það bara
eina sem að Viktor þurfti að gera þarna var að ná Gutta og þá var Heimur aftur. En Saga taka þetta strax tilbaka með forsinu. Já, svona nokkur. Já, þeir ná þetta leit illa út sig. Hýla hristinningan eftir öll föllin þarna í ösli. Já, þannig að þetta er Diglukaup, ná rándinu, ná að brjóta aðeins bankan hjá Þór tilbaka. Þannig við erum komnir í svolítið svona heads-up leik núna. Hverjir ná að byggja upp bankæðina eins og staðinu núna, þá þarf Þór líklega bara að spara alveg ef það er alltaf eitthvað pening í næsta rándi. Ég held að þetta sé akkurat ástæða fyrir að ég vil sjá mér að spilast oftar í svona byrjun. Sérstaklega þegar lið eru oft köld. Ég meina þú sér það að Saga, þeir eru ekkert að vinna kannski rándinn sannfærandi nema með Digluskotunum. En þetta eru bara angli sem maður þekkir í meir en 10 ár og þetta er bara svo hægt að spila þetta með nánast hvaða byssum sem næstu því. En þeir fjármagna ekki alla leið á móti hérna hjá Þór, það eru bara 2 diglur og restin er eiginlega bara ekki með neitt. Á rampinum, það er alveg opið. Þeir eru hins vegar ekki að taka territory eins og Þetta er mikilvægt. Já, Skún með Stjána hérna. Einn inn á A, nær hann að stöða þetta, það er Vargurinn. Nær einum, nær hann 2. Rótið hins vegar komið inn, vel gert, Hunsi, nei 2 hérna. Flott spray niður og maður seinni var þannig að þeir ná að taka þetta mikilvæga ránd allavega til að strengja saman rándið núna, búin að jafna 3-3 er staðan og þá fáum við fullt kaup á móti fullu kaupi. Það vísu engin vappi hjá Þór en er það ekki bara allt í lagi í... Jú, það er ekkert eitthvað must að vera með vappa í per línurnar er ekkert það skemmtilegust í heiminu. Því þú nærið eiginlega ekkert að vinna þig mikið upp, eiginlega aðalega bara á miðjunni sko. Og þar er oftar en ekki ADHD bara komið með línan á undan. Já. Við sjáum hérna bara mjög einfalt að execute, allir leikmenn tilbúinir hjá Þór að committa í þetta. Fluff fer einn á undan og skrýður bara inn, krakkin leifur honum það ekki, en Treytir komið tilbaka. Stjáni nætt 2 þarna í endriðinu, smókandi koma út seint og 2 komið gegnum City, Vappin kominn, ADHD með ágætislínu og molli, þetta var æðislega molli, neyðir ADHD af línunni. Þeir eru alltaf bara að hjóla í þetta, gæti verið mistök. Þeir mjög lágir eftir þetta. Ef þeir bara vissu. Já, mér þykir líklegt að þeir fara bara að seifa út af þessu sko. Ég held að það sé bara hárrétt þegar þeir eru komni með svo gott landaði hérna, en þeir eru bara að taka þetta á 2 á móti 2 núna, ætla að reyna í þetta, Skún með annað flas. Það er að það var opni fyrir, þeir sækjast í þetta, það er eiginlega bara Skún. Næra hann þessu? Yes, hann næri þessu, nægur tími, er með kittið. Og þetta er eiginlega bara út af þessu 2K Hunsa held ég. Já, þetta var, þeir voru eitthvað efins hvort þeir ætlaði að reyna í þetta og við grunum að Hunsa það verið bara eitthvað flassaði mig bara og ætlaði að gá hvort það myndi ná einhverju nær 2 og þá allt í hennu opnast rándið alveg og Skún á réttum stað og þú tókst eftir að ADHD var í rauninu komin bara nánast inn á bíð sko. Hann var búinn að ákveða að halda, hinni 2 bara tilbúnir ef eitthvað skildi opnast, bara geggja ránd flott hjá Skún líka að ná þessu senustu 2 og bjarga rándinu. Algjörlega og mikið af þessu damage sem þeir fengu á Þórmenn voru 3 mjög lágir þarna. Það kom allt í gennum smók þannig að við vissu ekki endilega að þeir væru lágir þannig að Hunsi staðfesti það með því að fá bara að 2 manna spreytana, 2 kúlur sem það þurfti bara að hitta. Og þeir eru núna komnir yfir 4. rándi fyrir þá og þeir byrja bara mjög sterkir þrátt fyrir að Þór líta mjög snirtilega út hvað var það executin. Já, rándin er einhvern veginn búin að vera bara svona mollin kannski aðeins og seint. Þeir komast bara ná klíran en Skún er bara aður réttur stað. Já, vel gert, gott hold. Gullfallið hold, Gutti og Skún að halda sætunum bara mjög snirtilega sikkur megin og allir einhvern veginn bara komnir svolítið í gang og það fyndi að segja að krakkin er eiginlega svona Það er ekki að gera mikið. Nei, og hann á nóg eftir, það fyrir ekki milli mála, þannig að Saga... Það er bara allir mættir á serverinn hjá Sögu sem eru náttúrulega alltaf góð vísbending hvernig leikurinn geti endað. 5-3, þetta er eiginlega nánast 50-50 map, kannski 55-45. Sum lið í þessum uppi eru bara æðislega í terr og meðan önnur eru bara geðveik í sitji, þannig að spurning hvernig þetta snýst við. Þóri hefur almennt verið meira sitjilið sko. En þá er miðjan aðal á ekki efni hérna, þeir skiptast á 5. Nær eins og að setja þetta í 3-2 núna. Nær eins og ekki að taka krakken.
sjá þetta, krakkinn bara veit að þetta ekki hann fer bara framalega núna. Ég held að þeir viti að B er opið, þeir vita að ATHD er middspilari, þeir vita að krakkinn er nær A-inu, þannig að þeir ættu að hafa góða hugmynd, en ATHD nær líklega steinum. Perfekt tímasetning nær hérna einni línu og Bjarni núna með alla hugmyndum hvað í gangi hérna, veit að enginn inn á B, veit hins vegar ekkert hvaðan krakkinn kemur. Og hann komin svona tildulega snemma hvað varðar, en hvort Þetta held ég bara rétt move hjá Bjarna, hann ætlar að, oh my god, ATHD... Gullfallega neitt, en hann bara býð eftir krakkinn. Gamblar að hann sé ekki að koma á móti sér og ATHD kýsa fara. Bjarni nær honum líklega stútur þessu skoti. Óþarfas wallbang kannski við þessa stöðu, en gerir þetta allt í hennu mjög erfitt fyrir krakkinn. Fake diffuse, eða ekki? Jú. Vel gert. Saga, snakk 3. Ekkert kit. Hann no kit. Hann no kit. Það eina ástæðan. Hann að spara vappan, það örugt, en vá. Þetta hann no kit, þá það peningin hans. Þetta eru dýrmistök. Þetta eru dýrmistök. Það bara því miður þannig. Hann hefur einhvern veginn bara glemt að kaupa kittin með 6.000 í pening og engan kit. Skam, herra vargur. 5-4, þetta hefði geta verið gott fyrir Sögu að vinna þetta ránd, það hefði sett í 6-4 og peningurinn alveg í henglum hjá Þór þá. En núna á Þór auka pening hérna fyrir þetta ránd. Lítið utility. Hvað sagðir hún að segja þetta? Lítið utility eftir að Þór núna, en þeir ætla bara að labba inn og við sáum Flöpp gera þetta. Hann að spila þetta mjög vel. Hann er bara góður fyrir 2 hérna í svolítinn tíma. Alveg að standa sig hvað var það. Mósast með gott snakkan á mittinni. ATHD er að taka hann út, vita báðum núna inn á A-inu. ATHD með krossin, Flassi kemur út, nær hann að hitta hann, neip. Góð smókur. Báður á sama stað, þetta er ekki að besta í heiminum. Góðum molli niður hann út úr horninu, en þetta er erfitt að komast þarna úr stígunum. Hann er að koma sér undir, hann er crossfærið strekk. Eiginlega bara mjög erfitt retake fyrir hundsæðina. Já, en mér finnst það sem allt í lagi að reyna á þetta. Það er ennþá fýtt tími hvað var það. Það veit ekki á honum undir. Nei. 5-5 og það er spurning hversu dýri sem mistök var hjá varginum þarna áðan. Já, eiginlega, bara... Við hefðum örugglega verið að sjá 7-4 í staðinn fyrir að sjá 5-5 hérna. Og mér hugsa að Þór séu bara mjög þakklátir akkurat núna fyrir þetta. ATHD tekur mjög svona aggressíft skot þarna einmitt á ekki kannski vinsælt búst á þessu leveli, myndi ég segja. Jú, 1 og 2, en hann var kannski ekki búinn að klera allt, en það kostaði hann lífið, en það fyrir ekki að ná að... Ljótur að ná pikkinu þarna. ATHD hins vegar svarar nær Bjarna. ATHD með aðra línu, hver var fljótari, hittir ekki skotinu, Flöpp tekur hann, einn á A-inu, ætlar að keyra þetta út, nei, Stjáni nær einum undir. Og annar undir, Gutti gefur upp stöðuna sína með því að fá skotarna á sig og þeir ákvaða þá bara að fara inn á A þar sem að Hundsi var eini leikmaðurinn eftir, vita hvar Gutti er eða var og geta bara verið nokkuð rólegir. Viktor er í glugga, spottar hann hérna á toppmiðinni og þá geta þeir bara stilt sér upp. Þetta ránd er unnið fyrir Þór. Já, MP7 líka, það er nýtt að bötta hana, þannig að fólk getur að kaupa hana. Við erum ekki búin að sjá neitt nota MP7 og hitta. Við sáum hann að spila það í Anubis-leiknum á þriðjudaginn, en það bara sama sagan, það fór bara utan höfuðið. Þetta er bara learning curve, sko. Þetta var á sama tíma á með Kríkin og Ágin, það hafði enginn spilað hana heil lengi back in the day og síðan byrjaði allt í hennu bara, komst ykkur einn leikmaður að því og hún var geggjuð og síðan allt í hennu sá sko alla prógæðina notana og hún var bara nörfuð leið. Þannig að bara samt fyndið sko, Elise var búinn að vera að spila þessa byssu en hann var bara ekkert eitthvað svona áberandi betri á henni heldur en Akan, en það er rétt, svo leið og menn föttuðu að þetta væri bara svarið á móti vappanum sem að þá bara byrjuðu allir að spila hana. Það er svo fyndið að sjá metu breytingarnar. Nei, þetta er ofta þarf bara einhver leikmaður að finna hjólið, sko. Þetta er, sérðu þetta í bara mjög mörgum tölvuleikjum, skilur við. Og þarna, það er einhvern veginn einn leikmaður læri að láta virka ógeðslega vel og þá byrja bara allir að gera það.
Saga eru að spila sitt síðasta ránd núna og síðasta tækifæri til að jafna þennan helming. Áhugavert pushinu hjá Gudda, mögulega kemst bara framhjá til að klíra fyrsta gæjan. Nei, ætlar ekki eins og að gera það. Ég held að hann haldi bara sé enginn á hann. Nei, það er bara 100. Þetta er að fara að vera... Já, þetta var óheppilegt. Þetta var svolítið hættulegt, en já, hann klíraði ekki alveg þarna bakvið. Nei, áhugavert hann hafi ekki farið aðeins lengra, bara til að jiggla og sjá hvort það eru einhverjar þarna eða ekki. Og í rauninni þarna er hann bara opinn frá öllum áttum, bæði bench, top mid, þú veist, það er bara... Hann var ekki eins og mið á hann. Það er 100 í honum. Check PC, check PC. Check and PC. Ok, ætla ekki að segja þetta opni rándið en þetta gefi þeim meiri möguleika á að taka þetta. Það er hann öðrum. Nei, ok, ekki aftur. Bregður þarna, heldur að sé verið að halda sér en... Vita held ég aðeins ég bara opið, sýnist mér, fer bara tantið, klírar Pallas til að vera viss. En krakkinn, MP7, mætt aftur. Gerir hann eitthvað betur á henni? Hann sé ennþá lifandi. Ennþá smá hiti hjá þeim. Og hann misti að liflöfana. Nýjanna er aðtengja austa en ekki nóg. Viktor tryggir þetta með Þetta er og því fara bara inn á þetta aftur. Þetta er svo dapurt að horfa á sögum mögulega fyrir að henda í 7-4, 8-4 eða þú veist 7-5 þeim megin. Staðan núna 7-5 Þór megin. Og að það er í CT. Og þetta liggur eiginlega bara rosalega mikið á þessu pistolrondi. Það getur verið mjög erfitt að komast aftur inn í leikinn í svona... Já, ég held líka að þetta hafi mögulega slegið pínu á liði. Já. Þetta... Kitt, gaur. Já, nei, alveg. Ég meina, það kom allavega umræðefni. Ég meina 100%, út með 6.000 kall. Gæti verið hvort hann hafi haldið að hann myndi bara pikkað upp eða þú veist 4 liðinur með kitt. Hann ekki að ég þarf að bara, ef það kemur að því, en hann kannski bjóst aldrei við svona ótrúlega tætt rándi, sko. Þetta er náttúrulega bara óhæfilegt. En þeir ætla að byrja á A-inu, það er öfugt play. Viktor núna komin í guttapósuna frá áðan. Jæja, ok, gott push hérna hjá Sögu. Skún að hitta bara öllum skotum hérna í gegnum veggina, ok, þeir gera mjög gott úr þessu pistoli. Ég sé ekki hvernig Bjarni sigrar þetta ránd, hann er með armor, það er kannski spurning hvort það spari, en nei, hann ætla frekar bara að sýna sig. Já, ekki alveg að tengja þarna. En þá með sjens. Hans að pumpa KD sitt líklegast. Allir að hjólja. Víkingasveitin kominn, taka út Bjarna. Veit ég hvort þú heyrir þetta, krakkinn spammandi hana með glokkunni. Sér bara hvernig hann, svo sem svipir að Bjarna. Hann var alveg. Já, bara, hvað kann ég. Já, Öspan, hún gefur og hún tekur. Stundum tengir hún, stundum ekki. Glokkan er bara orðin betri. Það er bara... Já, vissulega ákveðnum færum klálega, en Öspan í long range er ennþá king, sko. Jú, en sko, ég meina hlaupandi, þá er bara glokkan 100% ekki sín. Ég finnst Öspan ekki geta gert það saman. Nei, hún getur það ekki. Þetta er meira svona línuvopn, sko. Halda hengul og vona eitthvað hlaupi bara inn í hana. En Saga allavega, ok, komnir og þeir kaupa bara strax niður alla leið hérna. Það eru... Það er svolítið áhugavert að taka Galil frekar en Mach 10 í... Alveg það bara. Skún nær ekki að klára killin. Já, þeir lenda hana í forspæðinu. 3 að keyra á bíði hérna. Inn á að taka móti. Stjáni verður að vera stór fyrir liðið sitt hérna. Mistir ykkur inn af öllum færunum. Óheppileg pík svona hjá honum. Hann næri ykkur inn ekki neinu góðu færi. Þeir akkurat af línunum þar sem það var fyrsta línun hans. En þeir fá bara örugt plant hérna niður og þeir byrja mjög sterkt hérna á þeirra liðinni. En ekkert sem að Þór getur gert núna. Ég meina við sjáum þá halda, en við sjáum þá örgulega halda líka byssunum að reyna kannski að ná einhverju. Fluff hérna út á miðjunni. Við ætlar að koma sér nær til að halda shortinu eða topp miðju. Og við sjáum Gudda koma sér úr svona opna svæðið áður en að krakkinn eldir hann. En þeir eru bara allir komnir of langt í burtu núna. Fluff, hann er reyndar möguleiki að hann taki krakkinn. Mér finnst ekki líklegt að hann fari allar leið. Hann getur reyndar sækið það. Hann kýsa að halda byssunni frekar, sýnist mér. Yes sir. Með smoke, með kit og hjálm. Þannig að það var alls ekki vittust kól hjá hann. Nei, við erum að horfa núna aftur á ekkert frábært kaup hérna.
Þetta er bara ígóránd hérna, einhverja Mac 10, hann er helt náttúrulega Mac 10-ni, en 2 deglur, 257. Það vita allir að 5.7 er karlmannsvopni í leiknum. Það er málið. Já, það fyrir stóru strákan. Ja, svoleiðis. Það eru kjúklingarnir sem taka degluna, sko. Já, ok, degluna. Ég held að það væri eitthvað svona bíf á myndi P250, sko. Nei. Ég til P250 en ennþá vera rocksólid. Einu ástæðan ég segi þetta er ég bara get ekki neitt á deglunni, sko. Svoleiðis. Alveg handalus að kemur að þeim. Gerir bara það sama á Hundsi. Já. Úff. Eða Viktor. Gerir gott hérna, opnar, tekur krakkinn, stórt kill. Við erum með góða hugmyndir hverju gangi núna. Bjarni hins vegar búinn að pussa Pallas nær einum. Vita núna væntanlega að þessi spottuðu bombuna þarna. Hann heldur líka þannig að þetta er orðið óþægilegt fyrir Þór að þeir vita að einn í bak, crossfire úr öllum áttum. Eiginlega vonlaust hana fyrir þá. Já, vel gert. Æðislegt push á Bjarna en að eiginlega tryggði rándi fyrir þá. Því þú veist að maðurinn er í bak, þá neyðist þetta til að keyra hraðar út á þess að klíra neina engul og þú þarft eiginlega bara að hlaupa inn í öll crossfire-in. Er hann að koma hratt tilbaka eða ekki? Er ég að fara að bíða og reyna að klíra hann en þá er allt rotate komið inn og þú ert að þannig posu að þú getur ekki farin neitt. Þú verður bara að committa og hann tryggði það að þeir þurft að gera það. Akkurat, og bara einmitt opnaði þetta algjörlega fyrir þeim og þeir eru núna komnir aftur hérna yfir sögu 8 rounds og við sjáum sögu með fullt vopnabúr. Já, smókurum fyrir það. Þessi er heldur ekki frábær, sko. Nóg af lélugum smókum að koma hérna frá Þór. Ok, Bjarni. Nei, fyrir ekki frá sögu, segi ég. Þessi smókur er að reynast mjög... Hann sá ekki alveg í hann þarna yfir toppinn. Skún hins vegar... Já, Skún er að gera góða hluti hérna. Já, algjörlega leiðir hérna liðið sögu. Svona þegar Saga gerði mjög gott úr þess að fengu fyrstu 3 þá opnar hann þetta aftur fyrir þá 2, hann og Hundsi 1-2 eftir. Spottið hann, Mollin komin út. Og Hundsi þarf að spila þetta 1-3. Það er orðið svolítið erfitt hvað hann ákveður að gera hérna. Ætla hann fara ekki rampinn bara upp á þessu. Veit að það er einn þarna á shortinu, erfitt að koma þar út. Hann er með sleikir hérna út í einbeitingu. Já. Þetta geti, já, ég held að Mozart er að gera... Nei. Já. Þetta voru hans. Hann var ekki að búast við hann svona hratt þarna í apartments. Gott play hérna á Hundsa, maður með reynslu, kann að vinna clutch. Góður smókur líka býður upp á að hann getur verið hvar sem er. Stjáni þarf núna að klíra miklu meira en bara Pallas og ramp. Já, tekur hann tíma væntanlega að klíra hérna og Alli Hundsi er með alla yfirhöndina í hérna. Hann er með kit, Stjáni, en hann kýs frekar að leita og undan tryggja hann sig ekki inn á sætinu en hann þarf að fara að gera eitthvað og hann ætla bara að klíra. Er hann alltaf leið? Hér hann Alli hleypur í burtu, mun aldrei ná honum með það. Nei. Ekki á tíma. Hann spilar þetta bara mjög vel þarna. Frábært ránd hjá Hundsa, hann er að tryggja hérna 8. ránd sögu. 1-3 og já. Eins og segir, maður með reynslu og núna jafn hjá Skún. Algjörlega, hann er rauninni bara komið mér á óvart, þannig sé sko. Hann er að spila vel í hana. Bara svona, þetta er ekki menninni sem við töluðum mikið svona áður en við fórum inn í leik. Nei, bara Hundsi er bara búin að vera, þú veist, vægast sagt í gegnum tíðina bara svona mellow. Já. Hann er ekkert búinn að vera að leggja inn tíman eins og mjög margir að þessi gæja með reynslu, skilur þeir eru bara svolítið að halda sig við lauflega. Og síðan alltaf bara spurning hvort þetta sé bara góður leikur hjá honum eða hvort hann er í rauninni bara búinn að vera að spila meira en vanlega. En aftur á móti, þú veist, þegar þú ert með þessa reynslu sem þú hefur fram yfir mjög marga inn á servernum, þá getur þú fundið tækifæri til að gera akkurat svona glóríur. Þór heldur hérna áfram, byrja vel. Mjög svona... Þetta er aggressiv vörn hjá Þór. Við erum búin að vera að mæta mikið, ná þessum pikkum, við erum búin að sjá þetta gerast nokkur sem núna sem að það falla 2 frekar hratt út frá akkurat einhverjum svona aggressiv early playum. Svolítið svona taka blaðsju úr bókinni á sögu. Já, þetta er ekki playstíl sem að maður hefði endilega verið að búast endilega við frá liðið eins og Þór. Og liðið eins og Saga sé að
ekki að búast við þessu, þessi svolítið bara að gerast. Og þetta allavega að virka fyrir þá, þannig að ég sé ekki aftur verið að breyta, en Skún hins vegar líka búin að vera að virka mjög mikið fyrir sögumenn og... Já, en aftur á móti einn hérna, er ekki að gera mikið úr þessu, bara á ADHD núna, draugurinn sjálfur. Þetta rándi búið. Já, þetta rándi búið. Peningurinn held ég ekki mjög góður hjá sögu akkurat núna. Sjáum að ég á 2 skalli og restina leikmönnum, það bara voðalega lítið annað í búðin. Núna er eiginlega að fara detta í tækifæri fyrir Þór til að sigla hérna, ef þeir taka þetta á næsta ránd, þá er þetta eiginlega bara búinleikur. Þannig að það þarf eitthvað mikið að fara úrskeiðis hjá Þór hérna right about now. Það á Þegar í rauninni Saga hefur eitt gott bæ til að ná að snúa þessu við í þegar staðan 10-8 fyrir Þór. Ef það ránd fyrir vaskinn þá er mjög erfitt að snúa þessu við. Það á þessum tíma þar sem að Kraken Vargur tekur oft svona leikinn sínu ein hendur en hingað til þá er hann bara... Nei, hann er að efrið. Ég held líka að Mappins og Mirage er ekkert endilega honum í hæginn. Þetta er miklu minna, þetta er meira aimfights, minna að ná að, þú veist, manúvera vel. Einmitt, spila rotatin vel og... Já, rotatin eru bara fairly straightforward í þessum appi. Þetta virkar svolítið bara eins og Dusty, sko. Það er einum alltaf bara í loftinu. Bjarni tekur 2 Mozart. Veit ekki eins og hvar Mozart var. Nei, ég myndi maður sjá. Hann er bara ykkur staðar í jungle, eða? Jungle stiga eða eitthvað. Þannig að 10-8, það er að duga eða drepast núna. Þetta er ekki eins og góðu peningur hjá sögu. Við erum að fara að sjá bara mögulega fullt af galil. Mér sýnist að vera light armor hjá Skún og AK Mach 10-2 galil og AK armor hjá Kraken. Þetta er ekkit besta vopnabúr sem við höfum séð hérna. Þetta er svona desperate eiginlega. Þetta er það. Þeir hafa ekki efni á því að í rauninni Ígo og annar ránd þeir vita það, þannig að þeir þurfa eiginlega bara að taka the gamble, en aftur á móti sýnist mér bara Þór vera með allt information á hvað er í gangi. Aftur á móti, ef þau eru snöggir, þá er bara Bjarni að taka móti. Bassið svínvirkar, þeir fara fram hjá honum. Oh my god, hann fær frýtt kill hérna. Er hann bara á einum? Nei. Rótiti kemur hérna inn, 2 á shortinu. Ok, Gutti og... Retake kemur hérna inn, Fluff hins vegar, setur þetta 2 á móti einum. Þetta er núna allt á varginum. The Kraken. Verður að vera risastór hérna fyrir liðið sitt. Og er það eins og er? Hann er með tímasetninguna. Nei, Fluff. Já. Heldur þessu. Adi er 102, Fluff að eiga góðan leik hérna, 29 algjörlega að leiða þennan leik. Þægilegt að koma inn í leik og eiga svona performance. Já, bara geggja þér. Kemur að castingborðinu og fyrir bara beint inn á server. Þetta er svoleiðis. Sýna hvernig á að gera þetta. Þetta er ástæðan yfir ég alltaf gagnrýn ykkur og því getur þetta betur. Ég held að ég brjóti trendið ef ég fari inn á server, sko. Ég myndi vera fyrsti gæði sem myndi vera með bara eitthvað 0-7. Ég væri nú til í að sjá þig prófa einhvern veginn að spila svona... Á þessu level? Já, það væri áhugavert. Ég væri til í að sjá það líka, sko. Það er bara alltaf læst til að spila í level 10, sko. Einhvern tímann. Þetta er skemmtilegt, jú til Mollin í grenu, á ekki sjens þarna. Viktor hins vegar tekinn að deglu, Bjarni Gutti Kraken hérna. Og já, þetta eru bara pistur við... Og feilar hérna. Hann veit. Fast með undir glugganum. Þetta er búið. Það er bara, nú er Þór alltaf bara að spila þetta mjög snirtilega. Já, hann er líka með djúpa línu hérna í apartments í rauninni þurfa að taka pikkið á Stjána eða þeir ætla að koma sér hérna inn. Hann er hérna, hvað er hann á undir bílnum? Yes, og með Molla. Nei, hann er von á. Hann er á plötunni. Þetta er angulið sem við sjáum. Kraken að vísu er tilbúin fyrir þessu. Þeir verða að taka gluggan allir. Og hann bara í línu, þeir ná að henda hann að þessu, en það er að vísa bara 1 leikmaður eftir og hann er treytaður. Mozart finnur síðustu 2 og þeir eru komnir með 12. rándið sitt og já, matchpoint eða mappoint afsakið í sínu mappi, þannig að þetta byrjar allavega vel fyrir Þór frekar en sögu, en þeir lítur samt allt til lagi út hjá sögu svona til að byrja með, en svo einhvern veginn bara slöknaði svolítið á þeim. Já, þetta
Það nefnilega þessi, Þór eru bara með mjög gott svona structure og eru líka að taka infóið sem þeir þurfa og það virðist líka alltaf vera frítt þetta infó. Byrjun á þessu rándi, 2 komnir top mid, sjá engan, þú veist, þeir eru eiginlega bara með stýr og respekt akkurat núna fyrir sögu, þeir eru bara að hlaupa í þetta og taka þetta. Næst lífið 2, en Viktor hins að fljótur að bakka hann upp. Og nú bara 3 eftir. Já, þeir steppa vel, Fluff hérna með geggjælínu en nær einum. Mozart tekur mannin í Pallas, bara hundsi eftir hérna, nær aftur 1v3. Það reynast erfitt akkurat núna, Mozart heldur krossinum, hittir ekki skotinu, þetta lukka, ætlar hann að hlaupa í 2 gæjana. Jæja, það bara eins og það 13-8 sigur Þór hérna í fyrsta mappi. Reynar að gera eitthvað play en þetta var einmitt svolítið erfitt. Þetta var bara gamble, þú veist, það gæti verið 1, það gæti verið 2, það bara gera eitthvað. Það ekki mikið að gera í þessari stöðu, sko. Ancient svolítið svipa mapp, við erum að fara yfir í það núna, en það svolítið svona, ég sé ekki akkur að þetta breytast eitthvað þar, sko, frekar. Nei, og við sáum líka bara hvað turning pointin á þessu leik var. Það var þetta ránd hjá krakkinn þegar maður ekki með kittin. Já. Hafa þeir tekið það ránd, þá hefði þetta verið líklegast allt annað leikur og mögulega sögu í hæginn. Býr til momentum, brýtur móral, þú veist, þetta var mjög vont ránd til að tapa. Og þeir taka hvort það 3 eða 4 ránd í kjölfari bara út frá þessi eina rándi þarna. Þannig að, já, ég held að þeir séu pínusúrir yfir þessu tapi. En aftur á móti, Þór pick, þannig að kannski fór þetta eins og átt að fara eða eitthvað. Getur verið að þeirra að vera að búast ykkur öðru pikki? Það heimir það sem að þetta bara mér að koma á óvart? Ég man ekki picking-history hjá Þór. En aftur á móti bara með ras mjög mikið fyrsta pick hjá mjög mörgum liðum. Þannig að kannski hafa þeir bara ekki fengið tækifæri til að eitthvað að sína hæfni sína í því mappi, sko. Þeir fá allavega annan tækifæri og þá þurfum við að fara yfir í Ancient, en við ætlum ekki að gera það fyrir en við fáum fyrst þessar auglýsingar hérna fyrir framan ykkur. Við komum aftur eftir örskamma stund. Það sem við erum að gera hér í dag að við ákveðum að taka þátt í Skjálfta, styrkja Rafveiðiþróttasamband Íslands í því að gera þetta frábæra mót. Og eftir nokkra fundi með Rísi þá ákveðum við að fara all-in í þetta verkefni og sýna hvað getu við hefðum í heimiliskerfinu hjá ljósleiðarann. Þannig að það sem við gerðum hér að við tengdum hvert einasta borð eins og heimili. Ef við horfum í tölfræðina það hvað að gerast á netinu, þá ekki verið að nota nema innan við hálft til 1% af heildargetinu sem að kerfið býður upp á. Þá erum við að tala um alla netumferð sem í gangi hérna í húsinu. Af því að hegðunin á netinu, hún líka breytast. Það snýst nefnilega ekki allt hraðan, það snýst gæðin. Hvernig netið? Alltaf gott. Klikkar aldrei, sérstaklega hérna. Það sjúklega gott. Það hefur eiginlega aldrei verið betra. Netið geggjað. Það bara spotless. Bara gæti ekki kvartað. Bara aldrei upplifað betra net núna á laginni, ever. Ég náttúrulega vön netinu hjá og afa og þau voru ekki með ljósleiðara. Þannig að við erum búin að leggja hérna inn í húsið 388 ljósleiðara og hérna fyrir utan þá komum við fyrir færanlegri tengistöð með 2 alveg risastórum swissum sem að sjá til þess að allir spilararnir hérna séu tengdir við umheiminn. Tengistöðin sjálf svo tengd í burtu með 4 100 gig samböndum sem fara í 2 áttir til þess að tryggja öryggi hússins. Þannig að ef það kemur upp strengslit eins og hérna í hverfinu, þá dettur Skjálfti ekki út. Já, hann kerir 24.000. Það getur alveg góð standi, sko. Ættir að draga hann. Strákar, koma að núna, vonum. Nei, bílnúmer, já, það ABNT27. Já. Flott, maður! Ég sagði flott, maður. Já. Flott 2 mánuðir. Flott á, takk það. Já, bye. Come on! It's like a jungle sometimes, so it makes me wonder how I keep from going under. Drive a big car, spend the 20s to 10, and you wanna grow up to be just like them. Don't push me, cause I'm close to the edge. Völdu rafmagnaða Toyota tilfinningu með nýjum BZ4X. Toyota, förum lengra, fyrir alla.
Já, verið velkomin aftur, við vorum að koma úr sjóð, heitum með ras sem myndi sumir segja en við erum ekki sammála því, það nokkuð Leó. Nei, alls ekki, ég er svo fúll. Það verið svo opnin en vanalega en... Nei, ég meina, þetta var bara fínt fyrir mig. Ég meina, ég spáði 2-0 Þór, þannig að hey, we're getting there. Þetta er bara, ég má ekki hafa rangt fyrir mig sem lýsandi. En ég meina, ég sagði líka 2-1 fyrir Þór, en ég sé ekki hvernig þeir koma tilbaka út á þessu, út af því að, já, þeir byrjuðu vel hjá Sögu, en svo bara kólnuðu þeir, bara í seinni helmingu og það var eiginlega, þú nefndir þetta, það var svolítið allt eftir þetta. Eftir þetta ránt hjá Varginum, sko. Það var þetta, þessi dýrmætu mistök sem hann gerði þarna, sem að held ég gerði bara algjörlega uppeigju á hvernig leikurinn þróaðist í kjölfarið. Þetta var svona turning point. Það hefði ekki skipt neinu máli þannig sé að þeir hefðu með risa banka og þetta hefði gerst, þá er þetta bara 1 ránd. En þetta hefði fórsæðað í ego og þú veist, það hefði byggt þetta momentum í kjölfarið og líka bara svona mistök geta slegið á móralin
Sum lið geta verið bara gera og meðan aðrir eru bara hey, þetta er bara mistök, whatever, next round, skilur og það er allir gangur af, maður veit svo sem ekkert hvað gerist í klefanum í kjölfarið af þessu. Nei, svo Mig grunar kannski ekkert endilega mikið inn á TS-inu en ég held inn í manni er maður alveg svona eitthvað. Þú veist, maður getur bara gískað að maður sé þetta svolítið frá Counter-Strike perspektífi. Maður hefur verið þarna og svona mistök gerast. Maður getur svona reynt að setja sig í sporin bara, herðu, þetta var mikilvægari heldur en einhver face-it-leikur, sko. Já, algjörlega. Þá viltu ekkit að þessi mistök gerist, sko. Nei. Menn á með 6.000 kall á sér og gæti alltaf keypt kitti, sko, og átt nóg pening þarna. Já, jú, alveg rétt, sko. En mig grunar núna að hann sé komin í smá hiti í kallinn, sko. Að hann sé tilbúin að mæta þarna inn á og vinna upp þessi mistök. Ég ætla að vona það. Ég held að sé alveg rétt hjá þér. Ég held þeir allavega hafi tekið þó að ekki verið kannski langt tím tólka en bara eru strákar. Nú ætlum við aðeins að spýta í lófana og látum ekkert eitthvað svona gerast. Allir að vakna, allir að fá sér Red Bull. Já, Red Bull. Og líka það gefið vangi, sko. Já, við erum búin að sjá nýjasta Red Bulli hérna, Red Bull Zero. Ég er reyndar ekki búin að smakka hann ennþá en smakka hann? Taste test. Njam. Honest review. Boom. Delicious. Þetta var þetta. Hefur einhvern tímann verið bara eitthvað oi, eða eitthvað. Ég held að maður, sko, ég meina að þú getur sagt hvort þú fílar hann ekki. Hann er bara góður, hann er bara mjög solid. Ég er svona að reyna að átta mig á eftir hvað bragðið þetta er. Þetta er einhvern veginn svona B6 vítamínbragðið. Fyrir mig, hann minnir mig á þetta er líka alltaf öðru tungumáli þannig að ég get ekki sagt þér að ég vildi það, sko. Fyrir mig þá minnir hann mig bara á þennan klassíska síkuleysa sem er með hérna hliðina á, sko. En það er aðeins bara punchy þessum. Það er svona eftirbragðið með svona punchy. Já, mér finnst það mjög fínt. Á meðan hinn er svona, ef hann á miðað við þú ert að drekka þetta og þú drekka venjulega, þetta er svona á meðan þarna er þetta svona það kemur smá stökkan. Þú líka hefur gott að þessu út af því að Red Bull gefur vangi. Já, en það er ég með þetta er alltaf Red Bull, ég hef ekki verið í ræktinni í svo langa tíma, sko. 10 ára eða eitthvað. Bara að drekka Red Bull. En já, ég held að við séum alveg tilbúinir á hoppinu einsent bara þegar við getum, en leikmenn er að koma sér fyrir leik. Er eitthvað sem að þú myndir vilja sjá gerast núna í einsent? Ég veit að Saga í gegnum tíðina hefur almennt verið mjög góður í þessu mappi. En reyndar þegar ég hefur að mæta þeim þá hefur krakkinn ekki verið liðin og ekki heldur hunsi. Við vorum að skipta dýnamík þannig að milli 2 leikmanna inn og út, skilur þá ertu að sjá bara mögulega í mörgum tilfellum bara heilar mappúl rosteringar eða skilur bara breytingar á öllu mappúlinu og ég farið í gegnum þetta tilfelli bara mjög oft bara það er alltaf bara 2 nýjir leikmenn í veka eða eitthvað og allt í einu bara þetta mapp sem var besta mappið okkar alltaf var lélegasta mappið okkar og það er bara misjátt hversu góður leikmenn eru í ákveðnum möppum en með að við það að Saga pikka þetta og held ég að þeir séu örugglega bara ennþá mjög góður í Ancient. Síðast þá við hann Kraken spila einmitt mjög mikið með sín place í þessu og náði alveg að hrista IA af kortinu en í þetta skipti þá er Saga á mótum og það gæti verið önnur Saga pun intended, þá sjáum við allavega pistolið fara í gang og ennþá heldur Skún áfram að vera flottur á því og opnar einmitt sætið fyrir þá á B-inu. Bomba fyrir niður, 3 leikmenn rótetta frá Þór í gegnum miðjuna. Halda einmitt þessu, þetta er klassist að eitthvað sitji í ellinu late round, sjá Mozart ekki alveg. Þetta var rosalega gefins aðsætt. Já, B-sætt. Fór snemma úr þeim og Stjáni, hann er bara eitt hérna og kannski þú hún er bara hjólæri í þetta þeir koma á cave, þetta fara að vera mjög erfitt ránd fyrir Þórina það er ekki oft sem maður sér þetta bara svona gefin, sko, þeir reyndu væntanlega að bara countercalla það Þór og gambluðu villust, það er bara eins og það er. En ok, já, byrjar allavega vel fyrir Sögu og þarna sjáum við hvort þeir nái að gefa sér betra forskot, þeir byrja núna á attackinu og sjáum hvort það muni ykkur en það er keypt alveg niður hjá Þór. Þetta er bara force. Það er bara alla leiðið force. Já, ánægð með þetta. Þetta er bara 3 nades. Sýnir confidence, neita væntanlega eitthvað í rampin gerir á fyrir en það kemur inn. Sitja á hinum 2 ennþá, spíða aðeins með þetta. Já. Ekki ennþá að gefa upp kaupið kannski með síðustu utility. Saga líklegast bara núna að reyna að fiska út hvar þeir búa svænt alveg einhverju stakki, sko. Skún ennþá að hitta. Gerir mjög gott pikk hérna. Já, þetta er alltaf gildra að fara hér í gegn og þeir eru með þetta það. Mollin hins vegar komin út. Og dýrar það ekki, Fluff ekki að hitta þarna
Þetta búinn að sneika sérna í gegnum rauða. Bjarni stýr sig við og nær honum með 5-7. Ok. Hátíð maður. Gott skot hana. MP7 skila Viktor 1 eftir, komin í bakið hérna. Þú veist kannski ekki alveg honum svona hratt mögulega, en eru hins vegar að miða. Missir á honum. Femur. Nei. Það er ekki séns. Það er eitthvað séns. Það er séns. Nei, ok. það var góður séns að meira sér að fær hinn hefur tíma til þess að leita af síðasta leikmann. Þetta var líka hröð uppbeðið hjá mér, það er ekki séns. Ok, það er séns. Þetta var leit hættulega út þarna, en ok, þeir ná að halda þessu öruggu, en Saga þarna, ok, konu með 2 ránd núna og heilbrigðara kaup svona, ef við horfum á allt borðið á þeim. Þór gamla þetta og þeir þurfa þar litið að spara núna. Ekki mikið að playum sem eru búið fyrir þá, annað en að pikka og kannski kontesta miðjuna. Sendir gera, kemur neitt þarna. Þetta er alveg skaði, sko. Jú, af vísu, dingið kemur líka ofan á Leflöf, en þeir vita þetta og þá fara bara alla leið yfir að B og tryggja fyrir eitthvað sæti. Þeir eru bara að taka hérna B aftur og aftur og aftur. Neitt, fengið samt ekki, Viktor heldur sér bakið. Kláraður í gegnum smókin, Leflöf situr hérna að halda róteitinu, Lár á HP, Stjáni kom með línuna niður, Nati Hátti sér svolítið að halda öllum rampunum með þessu og Bissa kom hérna upp á Gutta, en þá fer Bissan yfir á Stjána og þeir ætla bara að halda þessu, það er bara gefið. Komum með 2 byssur núna, jú, ég held að það sé bara engin ástæða til að reyna þetta, rámdið er búið. Stjáni fær að halda byssunni en fær Mozart. Já, þeir hætta við að fara upp laugavíðin allavega, þannig að þeir gefa honum lífið og já, örugglega, er ekki bomban svolítið stór, en nei, hún að Það er alltaf rosalega skrítið að fara úr Anubis-leik og horfa á bombuna springa og fara sér inn í eitthvað annað mapp eins og Inferno og bara bomba nær yfir hálft mappið. Já, akkurat það er sama í Train líka, hún bara lifir alls staðar, sko. Staðan hins vegar 3-0 fyrir Sögu, góð byrjun og mikilvægt ránd hérna fyrir Þóru. Þeir er alltaf að snúa þessu við, þessu tempói. Saga er búin að setja hérna. Við erum á hallast í áttina að henni. Já, er þetta A-fake? Sýnist þetta að vera A-fake? Er það ekki? Jú. Jú, þetta er A-fake. Þeir eru bara komnir hérna út. Þeir eru búin að kaupa þetta. Íta af Bjarna hérna fyrir aftan, nei, Stjána hérna fyrir aftan. Ná einum, rotateið. Vittu, við sýnumst þeir alltaf bara að snúa. Ó, nei. Leflöf fær info. Þeir verða að sælanda hérna. Viktor, heyrði hann í þeim? Hann á að vita þeim. Nei, hann veit ekki að þeim. Já, gott pikka þarna. 4-2 núna. Orðið mjög gott, góð byrjun á rondi hérna fyrir Sögu. Smögum myndina og Bjarni komir í Cave, Mozart í Donut. Fær kontakt hérna. Vel gert í ATH, setur þetta í 4-1, vita núna hvað seinasti er, allir byrja ekki bara allir að hlaupa hérna. Hann hætti við rótitið, hann allavega, hann getur haldið. Þetta getur verið áhugavert, ég er ekkert alltaf viss að þeir búist við honum svona rætt. Jú, Skún tilbúin að taka móti. Það er allavega að gefa ekki rándið plassi, en gott, eða samt ekki. Hann veit ekki hvort hann á að snúa eða hvort það lendi bara illa. Allavega, það gerði eitthvað að sjá það þarna á fítum. Já, ég sá einhverja hreyfingu á hausnum á Bjarna hana, en leit allavega ekki út fyrir að vera störblindur, en já, allavega, hvort sem að Skún fellur eða ekki, þá fannst mér rándið vera ólíklegt fyrir hann að vinna. 1-4 þarna, konum með plantið, en þeir eru að byrja mjög vel núna hjá Sögu og þá fáum við fyrsta kaupið, Mozart allavega með Vappa. Er þetta að fara að vera kaup? Jú. Þetta er ekki fyrsta kaupið, senast var kaup held ég ekki. Það var hérna Já, fyrir ekki, ég ætlaði að segja fyrsta almennilega kaupið út af því sá Vappan, en þetta er bara akkurat öfugt, þetta er bara ekki heila kaupið, sko, en allavega að gera gott úr því með því sem þið hafa. Vappin komin upp og gerir strax opnin hérna fyrir þá. Hann er einn að taka móti þessu pussi á æðinu. Leflöf disconnectar. Nei, á versta tíma og skaðin er búinn að gerast. Hann reynir að kóla þarna út að heyrist eitthvað gerast, en skaðin er komin í gang og ég held að segja ekki aftur snúið. Hvort að Vappin borgi sér. Díglan allavega heldur þessu gangandi. Stjáni finnir mjög mikilvægt kill hérna á miðinu. Kýs frekar að fara á sæti, hann er komið með AK-in núna. Þeir verða að reyna.
Já, það held ég. Þetta 3-3 hérna. Gott pick. Stjáni ekkert að búast við hínum gæðanum. Mozart. Hann næri ekki vappan við burtu og Humsi, hann fellur fyrir þessu og ein kúla. Þeir ná þessu þráttrálega Löftis. Oh my god. Ílík redding, maður. Þetta ránd var bara að líta mjög illa út eftir að Löf datt þarna út. Killið líka tryggir það að það verður ekkert resettað, en guð hvað þeir eru heppnir að Stjáni fær líka mjög mikilvægt kill þarna á krakkinn á miðjunni sem að situr þarna og getur refsað þessu. Algjörlega. Alveg. Ok, fyrsta rándið inn og þeir voru 4. Já. 4-1, Þór komnir inn í leikinn, loksins, og sjáum hvort að þeir nái að gera eitthvað með þessu. Allavega tech-pása eins og við sjáum en þá bíða eftir að leikmæðurinn komi inn. Það Leflöf sem að datt út en Vappinn heldur áfram í umferð. Viktor og Bjarni með næga pening til að kasta á milli eða þyrfti, en Leflöf reyndar fer út með allan peninginn, þannig að kemur inn með þann sama. Já. Heilbrigt kaupja sögu. Bomba fer niður. Taka pásuna hérna væntanlega fyrir Fluff, þá getur hann connectar aftur. Eru Saga að gera flottan leik núna fyrir þig? Eru þeir að spila snirtilega? Já, ég myndi segja það. Þeir eru að fá þessi pick hérna og líka fyrstu 2-3 rándin voru bara vel kolluð. Þeir tóku hana fyrstu 3 rándin bara beint inn á bíið og bíið var opið í öll skiptin. Og mig grunaði að Þór var alveg svona, ok, þeir eru búin að koma á bíið 2 rándir rauð, mætuðum núna á mittin eftir þeir koma pottitt mitt, en þeir fór bara aftur á bíið. Þannig að þetta var bara svona, Saga kalla bara rétt í rauninni inn í hvað Þór var að gera. Og Skún heldur áfram hérna efstur fyrir sögu og bara, á milljón, eiginlega bara búin að vera mjög solid í þessari leikisöru hinga til. Algjörlega, búin að vera bara mjög sterkur fyrir sögu. Spurning samt með Leflöf, hann fluttur heim aftur eða hvernig þetta með hann? Hann var eitthvað úti á tímabili? Hann var allavega hérna í síðustu viku, ég þekki ekki alveg, ætla ekki að segja ég þekki hann svo djúpt, meira en bara við hliðina á mér á borðinu, en hann að minnstakosti slottar fullkomlega inn, myndi ég segja. Okay. Veist, hann allavega virkar mjög flottur fyrir Þór, þannig að ég meina, ertu ekki bara með betra net á Íslandi eða þú ert í Danmörku? Var hann ekki í Danmörku? Ég held að hann var í Svíþjóð. Svíþjóð? Ég man það ekki, en ég fór ekki alltaf að lofa einhverju sem ég veit eiginlega ekkert ég man bara einhvers staðar. Einhvers staðar í Skandinavíu. Það er allavega rétt. Já. Ég hugsa hann sé alltaf einhvers staðar. Já, ég segi það. Hann er allavega ekki nú service samt. Nei. En hann er einhvers staðar á meðan. Já. Komið flugi heim og spila kannski í flugvélinni. Beintinn og hana í eitthvað rýna og vinna þetta upp. Nei, hann situr hérna bara bak ykkur. Nei, ok. Hvernig væri það? Það væri fyndið. Það væri þetta mjög gott. Að horfa á eitthvað á YouTube. Ekki eins og að reyna hvað. Takk í tech-pásu. Ég var að koma að geggja púl hérna á YouTube. Lítur út fyrir að tíminn sé komin aftur í gang sem þýðir ekkert annað en að Leflöf komin inn á server og að minnstakosti ready, við sjáum það hérna, þannig að það allavega farið í gang leikurinn. Nú fáum við að sjá, kaup á móti kaupi, en þá Vappi á Mozart, hann gerði gott úr honum. Já. Gerir það nú yfirleitt, kallinn? Neitan hins vegar ekkert rosalega góð þarna hjá Viktor á miðjunni, en var enginn til að taka móti og þeir hallast aftur í áttina að B-inu, sögumenn. 4 3 hérna á B-inu núna í þetta skipti hjá Þór, mögulega tilbúinur að taka móti sig í þetta skipti. Nægir ekki að tengja aftur. Þá fer Skún út í líka og hann veit að hann geti labbað inn í þetta. Nei, hann veit að það gappað maður. Kemur flass með þessu, fer Skún í þetta. Næri því flassinu, nær öðrum, nær að þriðja. Ok, nær þriðja. Og núna allt á krakken, 1 á móti 3. Flassi kemur út, keirir ekki. Nei, hann fer á móti. Not like this. My God. Can you believe it? Look at that, Hank. Já, what the hell, já.
Þetta var bara geðveikt 1v3. Hann líka spilaði þetta svolítið, þó þetta lúkaði chaotic, það var þetta rétt að það fer á móti mönnunum inn í Já, hann verður í raunin að klíra flassið, sko. Eða það ekki? Jú, þú veist, hættan að ef hann fer longmegin, þá gæði hann að halda línun á longi, þannig að ef hann þarf að klíra flassið einhvern veginn, hann er hvort að snúa og þá svingaði hann, þannig að ég hugsa að þetta var eiginlega bara eina possible leiðin til að vinna þetta round, sem hann bara tók rétt ákvörðun. Og ennþá útilokaði frá Mozart þarna á longinu með því að vera uppi vegginu og fara á móti, menn tveggja manna spreytan í þessu close range, ekkert auðvelt alltaf, en gerir flott þarna, 1 á móti 3 og Saga halda áfram bara með yfirhundina hérna, 5 round á þeim núna í attackinu og ekki mikið eftir fyrir Þór til að vinna með, en geta samt sem áður unnið helmingin. Innsta smókur hérna tilbúin á Kraken varginum á miðjuna. Þannig að grunar að við séum að fara að sjá Hunsa eða Skún með eitthvað midplay. Já, það er ekki bara. Það reyndar nýtra enginn. Slagurinn kemur á móti. Kerri hérna, ætlaði að mæta, hann er að geia. Já, hann er ekki að hitta þessu léttu skotum. Þeir eru að hlaupa í línuna og hann er gott pikkan af Fluff, nærn öðrum. Verður eiginlega að gera það ekki. 3 á móti 3, rotated að koma seint hana frá T-spawn, Hunsi aftur á móti 3 á leinunni og backlininu. Vel gert hjá ADHD, það er hérna skemmtilegur línu. Viktor þarf að athuga þessu. Já, en núna koma 2 hérna í baki á hann. Þetta er það sem að Saga gera best. Þetta er það sem þeir gera best þegar það virkar fyrir og þá lítur þetta vel út. Komnir hérna 2 í baki og nú er Viktor eiginlega bara klemdur á milli 3 manna og það er erfitt að komast úr þessu. Nær einum en er fallinn strax á eftir. Saga vefja sér utan um hann og þeir eru snöggir að rótita yfir á B-ið eftir að klikkar þarna á A-inu. Þannig að þetta er svona þeir eru að responda mjög vel núna á komsum. Það virðist allt vera að klikka betur hjá þeim. Ekki svo mikið hjá Þór. Nei, það er einhvern veginn er þetta bara alltaf hrynja hjá Þór. Hvað segirðu, 2-0? Ég sagði það sem ég sagði. Ég stend við orðið. Já. Ókei. Það er hérna góðu pikki á ellinu. Það eru þessi deglukongar, sko. Þeir eru alltaf hérna inn á þessu server og það retake server bara með deglu. Ég kalli þetta Íslendingar. Mér finnst Íslendingunum vera eitthvað annað skrimsli. Þetta er náttúrulega eitthvað tippakeppni, sko. Þeir eru að keppast hver er bestur á deglinu, sko. Ég er hérna oft með þeim því miður. Hann láta baka mig. Ég sé ekki oft, ég færi svona 4 sinnum með eitthvað. Á retake-server segi ég? Já, á degluna, en ég er náttúrulega færi 7 spillar hann að tekur því líka. Með degluna getur ekki tapað í deglunkenni, en Skún heldur áfram að vinna B-ið. Hann er búinn að vera bara ógeðslega flottur endur í frakkar fyrir og á B-inu. Algjörlega. Saga er líka bara treyst á hann. Hann er með mjög fínt angulirna, en sér ekki tilganginn að fara á móti þessu, getur verið spammaði niður. Flassi kemur, hann kemur á undan, það er ekki að fella niður. 2 komnir inn í cave, 2 backlane, náðu þess að reynsa backlinið og núna Bjarni, já, 7-1, þetta er looking á góður ensku bleak fyrir Þór akkurat núna. Já, ég held að það sé svolítið sko... Er það seint að breyta þetta prediction eða? Spyr. Nei, ég meina, ég skrif ekki reglunar sko. Ég ætla að... Sko, málið er, ég myndi segja að þetta lítur út fyrir að Þór eru ekki að fara að vinna þetta map. Þetta væri ekki Saga. Mér finnst þess að Saga... Saga eru... Þú sagði það áðan. Þeir eru lélegir í CT, sko, í þessu mappi. Ég þekki það personally. Aftur á móti mjög góðir í Terralvent og minnir bara sama í raun og vika, skilur hafa yfirleitt verið betri í Terri sem mappi heldur en í CT. En það er hins vegar að Dóri er alveg betra CT-lið, þannig að það er svolítið áhugavert að sjá hvað þeir hafa engin svör hérna nema núna ná mögulega að vargurinn bara með gott flank hérna, en það er búið að stoppa það rætt. Fluff lokar á þetta, ADHD 1 eftir,
51 í líf með bombuna. Og sér líka bara að þeir eru að taka allt svæðið sem geta alveg Fluff búin að tryggja það. Og hann er komin hérna með þetta. Það er ekkert sem hann getur gert. Nei, í rauninni ekki. Hann þarf að prífara þetta off-angli sem hann Fluffið með að vísu. Þú hefur bara ekki einu svona tíma í þetta. Þetta er 50 sekúndur og þú þarfst að klíra öll angul og þú veist að það er verið að þjarma að þér. Þannig að þetta er eins og sér hérna Viktor komin bara. Já. Nei, hætti við. Snýr við. Grunar möguleiki hann sé komin inn í A-menni þannig að þeir eru ekki alveg að treysta á þetta en þeir eru allavega að spila 2 og 2 og það er kannski það sem verður örlegin hjá ADD. Hefðileg Fluff fallið en þeir eru bara með skotin á hreinu núna. Þór sækir seinna rándið sitt og þeir þurfa eiginlega að ná þessu í svona 8-4, 7-5 til að eiga gott break inn í þennan leik. En ef þetta er að fara 10-2 eða 9-3 þá erum við að tala alveg 2-0. Já 10-2 er þetta bara impossible fyrir held ég Þór að snúa við sko. Það er mjög erfitt. Já, ég held líka að setja svolítið yfir þá sko. En ég meina peningurinn hins vegar aftur á bóti ekki mjög góður hjá Sögu akkurat núna. Þannig að ef þeir ná að sigla þessu rándi en þetta er force, þannig að næsta rándi er heldur ekki bara gott. Þannig að þeir verða að vinna þetta ránd og þá erum við að tala mögulega 4 ránd neld fyrir Þór. Þetta skipti Þór með sterkari vörn hérna núna á B-inu, bara smóka þetta út, já þeir fá eitthvað svæði hjá Sögu en þeir fá ekki komast alla leið inn á B með einhverju cheeky entry fraggi og engin annar í viðbót að halda þessu. Nei. Þeir meira sig að hanga ennþá hérna 3, þeir eru bara að treysta á þetta. Þeir eru með 1 leikmann, það er Mozart með línun á miðjunni þannig að hann hefur það. Þannig að þeir eiga svona efni á því að skilja rauða eftir óspilað. Vargurinn búinn að vera mjög hægur á miðjunni en hann búinn að finna góða tímasetningar. Þetta skiptir þá klerar hann þetta ekki alveg en þeir eitthvað eru að hætta við þetta, virðist vera. Það tekur línuna, hann missir hann núna þannig að nú þurfa þeir, ef þeir blæða tíman lengur út þá þurfa þeir að fara að spá í rauða svæðinu. Hvort alveg Fluff bakki eða hvort þeir ætla bara að stikka þetta sem þeir gera. Vel gert hjá Fluff, þannig að þeim hérna út, 2 eftir, 1 á rafnum, 1 komin inn á æð en hins vegar labba bara inn í Stjána. Krakken aftur, 1 á móti 3. No way! Nei! Þetta má ekki gerast aftur. En sérðu býtu, eru þeir að kalla spar eða eru þeir að kalla bluffið? Þetta er þetta góð pósa hjá Stjána hérna og ég heldur vita að hann er að koma hérna, Mozart tekur við línuna, hann hjólar í hann og Stjáni klírar. Þetta er bara komið þetta. Sjá hvað hann liggur upp með vegginn, oh my god, ég sá þetta gerast líka. Hann stýrir sig við. Stjáni hlær hérna í kameru, þetta var pínsuna. Já, allt í góðu strákar. Nervous chuckle. Þetta hefði getað verið, já, síðasti naglinn í kistina fyrir Þór hefði sérstaklega það sem að callið er rétt að hanga þarna ennþá. Þetta er ballsy call. Komur smá lífslína hérna fyrir Þór. Þeir eru mögulega að fara að setja þetta í 7-4, kann hugsanlega 7-5 en allavega ekki neitt peningur í bankarum hjá Sögu. Sýnist þetta bara að vera rampröss sem eru örugglega bara já, geta það ekki. Það er búið að steppa það vel. Það er inn í keifin hérna 3. Splitta líklega bara bíð. Þau eru að gera vel að utilegina algjörlega búin að loka á þetta og núna eru þau bara fastir þarna. Bjarni tekur hann í gegn, verða að fara að færa sig fyrir á mittina. Þetta var orðið svolítið hauslaust hérna hjá Sögu. Þau eru bara að hlaupa og leita einhverju. Mozart aftur ekki að hitta. Dinga út allt en það er ekki nóg. Þeir eru að spila þetta vel hjá strákunum í Þór með því að já, þeir verða að dinga en þeir gefa ekki neitt annað frítt. Þeir eru að reyna að storma í þessa 1v1 eða 1v5 eða hvað á að kalla það, einmitt keyrandi allir þarna saman, reyna að gera eins gott úr glokkunum og að geta, en Þór spildi bara mjög vel með því að bara útiloka að þeir fá ekki meira. Mozart til þess að 9-6 en gæti verið svona 17-6 eða eitthvað. Já, hann er búinn að vera að geia mjög mikið að léttum skotum. Það er rétt, já, ég menna bara. Og þetta er líka þessi hröðupík sem hann er ekki að ná, þú veist, það er þegar þeir koma hratt yfir angulið, hann virðist vera að halda aðeins svo close við línuna og þeir fara vítt og hann er ekki að hitta á þessi skot. En þá stiltu fyrir CSGO. Já. Gutti, þú veist, hann er basically að halda með að við aðeins hægara pík en þeir eru bara Ferrari píka hjá Sögu. Þór lítur vel út núna. Oh my god! Djöfull er hann að hitta maður. 12-5, krakken, það er komin reiði í kallinn.
eiginlega bara það sem við Mozart hins vegar. Og þeir eru einhvern veginn að splitta. Mér sýnist þeir bara vera að leita að hverju Bjarni lappar framhjá þeim. Mér sýnist hann alltaf að lappa hringinn alveg. Bjarni hefði samt átt að spotta bombuna þarna, þannig að Hvar ég var held hann bomban? viti af henni. Hún er á Laugaveginum. Ó, já. Hann á að vita henni. Ég held að þeir eru ekki að fara að búa sig Bjarni en ef hann spottaði bombuna á Bjarni að fara að koma baki að þeim. Sér að þeir ekki að koma alla leið bak, krakkinn ennþá lifandi. Hann má bara ekki deyja, basically. Akkurat núna má hann ekki deyja. Bjarni tekur hann í baki, veit að hinum þarna. Það er ekki bara að halda sér á lífi, smókar þetta. Af hverju finnst mér eins og krakkinn sé að bara vinna þetta? Hann er alveg alls líklegur. Hann veit að þeir eru hræddir við sig. Og hann ætlar á móti. Þetta er þetta insane! Þetta er insane! Hann Oh, what a shot! Wow. Sem betur fyrir þá hittir hann hérna síðustu kúlun. Hún er gruna hann væri þarna en hann hélt mögulega að hann myndi ná að klíra á undan, sko. En bara Guðsi lofa að Mozart hitti þessu skoti. Eiginlega. Í höfuð með vappa og ef hann hitti þessu ekki skoti, krakkinn er ekki að fara að hlaupa í burtu, hann er að fara að taka hann niður. Annarkvort, jafnvel þótt hann hleypur í burtu og plantar hann að henni, þá er þetta orðið retake, sko. Þá er hann samtalið í ágætismálum, sko. En þú veist að vappin er ekkert að fara að hjóla í þig. Þú hefur allan tíma til að koma þig fyrir. En ok, við geta þakka fyrir það. Þeir taka þarna síðustu rándinn og Þór eru búin að gera leik úr þessu þrátt fyrir að Saga byrja mjög sterkar leik og eiginlega halda áfram að spila mjög sterkt. Það er eiginlega bara frekar Þór sem að fara loksins í gang. Guddi, gerir vel hérna. 3 inn á aðeinu, þeir eru ekki að fara að búa sig þessu öllum vinstra megin. Eða hvað, þeir eru allir bara búin að sína sig svo snemma. Guddi! Hvað var þetta sko? Þetta var what? Heldur áfram að hitta og Viktor núna einn eftir voðalega lít sem að getur gert. Minn Guddi, þetta voru geðveik skot þarna, sérstaklega þarna í A-main. Þetta var insane. Hefur farið úr hálslið við að taka þetta skot. Það var svona eins og digliskotið að hann Sundsa sem að reyndi að ná séti í Mirras. Já, þetta var geggjað. Þurfti líka að ná þessu killja því að þetta kill var það sem að hélt þeim lifandi í rauninni sko bak við kassan. Við gátum spila af honum allt í að nær þessu killi. Forsbæði að koma hérna út. Bjarni aftur á móti búin að vera kaldur í báðum leikjunum. Hann er búin að vera, hvort hann sé bara average eitthvað 0.5 KD í báðum sko. Eins og er allavega með þennan leik. Hann geti hafa tekið sér upp aðni í lokin. Ég tjekka, ég sá allavega á tímapunkti var 6-12 eða eitthvað. Hann er ekki búin að vera allavega aðal umræðuefnið síðustu leiki en hann... Þú veist, hvað er þetta? Þetta er MP7, krakkinn fyrstu til að sjá sína okkur að virka. Gera vel hérna, ná þeim 3-1, 1 backline, hjóla í hann, Bjarni, gera vel hérna, heyrði okkur tala sig, vildi eitthvað þakka í okkur. Og þarna, kasta byss á milli, hann er team player. Sko. Og hann er náttúrulega, við glemum því ekki, hann er að kóla leikinn þannig að killin segi ekki alla söguna. Þeir þurfa að vinna þennan leik frá herra hliðinni. Takka hérna taktikal, Þór. Þór tekur þetta. Jú, rétt þér. Það held ég bara vel gert. Taka þetta, alltaf bara kóla þetta vel, vita að það er dugið að drepast, verða að vinna þetta mapp ef þeir geta til að tryggja spádóminn minn. Það er það sem þeir eru að hugsa. Það snýst allt um það og ekkert annað sko. Ég sný öllum mig. Að lesa peningana svona alltaf sögu og... En ég meina, núna er þetta eiginlega bara svolítið á sögu að því, þú veist, reynsla mín aðeins meira að þeir eru aðeins meira fæðipáir í terr, sko. Hvort að Þór séu nógu öflugur til að akkurat bara brjóta alveg niður, er að fara að koma í ljós bara mjög fljótlega. Bjarni er með Mach 10, þannig að ég býstu að sjá eitthvað fljótt hjá honum. Hann er einmitt hérna fremstur með spónið og ætla þetta sé ekki bara að kyrsla inn í keifið, reyna að ná því á... Jú, 4 hérna í keif. Aftur á móti, Molla er bara keifið, gera vel halda hérna, þeir vita þeir að keyra niður. Bjarni er einn núna fastur og ennþá fastari núna, það er voðalega lítið sem hann getur gert, hann þarf að ná að minnstakosti einum ára fellur en þetta er mjög erfitt þegar hvernig þeir fara að hætta að þessu. Gera vel hérna Bjarni, veit hann að hinum, hann gerir skada hérna, Bjarni er að halda þessu niðri. Og sama tíma koma þær á miðjun og ná að aðstofa hann frá hinu angulinu. Vel gert hjá Bjarni þarna, nær að halda lífi, halda byssunni og... Veitan er klemdur hérna og Veitan... Sástu svipinn á varginum hana, hann hendi í the Dreamer. Já, hérna málverkið. Já.
Var málverkið bera ofan? 100% og jafnmassa líka. Svona AI generation. Já. 8-7, Þór kemur hérna aftur, engin peningur hjá Sögu, stefnir allt í 8-8 með við staðstendinguna hjá Þór hérna. Já. Það er bara, þeir eru eitthvað smegir, vinna sér hægt upp, þykra sér áfram. Nei, þeir eru búin að lesa þetta. Þeir held ég vita að þetta sé alveg tómt. Gera vel, taka þetta. Þá einmitt sérst hreyfingin út á miðjunni, Adi fyrstu til að sýna sig og hann tryggir það hérna Lefluffin. Þannig að ég held að þetta sé nokkuð gott sem lesið núna að vita að þeir voru á miðjunni og Bjarni þeir bara fremstur reynir að safna meiri peningum, gerir gott úr því hérna og Lefluff sér að klára. Þeir eru búin að jafna þennan leik 8-8 núna. Geggjað. Núna erum við að tala saman. Komum við leik. Aftur. Og Saga komið með kaup aftur, en Famas á Gutta. Já. Famas sem var buffaður daginn, svolítið síðan reyndar, en mér finnst hún ekki vera mikið pikku síðan þá. Hvað myndir þú setja hana í svona vopnabúrið? Famasinn? Já. Frekar lélega. Það er ekki bra? Jú, ef við verum með, þú veist, 4 tier, þá var hann eitthvað svona 7 tier eða sé góðan degi B í réttum höndum. Svona U-tier, ef þú tekur alltaf. Já, ég held að flestir eru að taka MP9 frekar, sko. Ekki nema í einhverju svona virkilega löngum færum og þú veist þú ert að fara í langt. Meira þess að fólk að taka skátinn frekar, sko, ef það kemur að því. Þannig að þetta er svona, það er ekkert alltaf margir sem spila hana. Þetta getur gert eitthvað úr þessu allavega þurfa og eitthvað að halda meira, en það er búið að fella einn mann hjá þeim skún strax dottin út og þeir ætla að kóla þetta yfir á A. Það er rétt að kólið, Gutti er hins vegar fremstur, hann er að gera eitthvað úr Famasinum, hann spókaður síðan strax út. Þannig að nú þurfa þeir að fara að spila rítekið, þeir allavega hafa 4. Þóra að gera vel í hérna líka koma sér alveg bara frekar auðveldlega inn á þessi sæt síðan. Aftur einn að koma í baki líka. Er hann nógu snöggur, búast þér við honum. Það er að fara að vera spurningin hérna. Sýnist þér alltaf bara að bíða eftir að kemur nær. Og ég held að það sé að fara að vera mikið value í þessu flanki. Nei, hann Lefluff sér bara fyrir þessu. Tveir vita báðir eru í kirkjunni. Og hann sýnir ekkert. Nei, þeir bara í sefið. Dingaður Lefluffin en hann bara gefur ekkert meira frýtt. Adi er að koma en í burtu. Þeir eru allir lágir. Og Mozart. Mozart alltaf bara að hreinsa þetta held ég, að reyna það. Vita að hann er fast í vinstra meginn, en vita að hann er hægra meginn. Gerir vel. Ég held að bomban drepa. Það er bara engin leið í burtu frá þessu. Að vísu fellur Mozart líka eða ekki. Jú, það er bara fínt. Tryggja það að næsta kaup hjá þeim er lélegt fyrir að næja pening hjá Þór. Þannig að þetta borgaði sig bara fyrir þá. Klárlega. Því rauninni leiður ná að halda þessu byssum að geta droppað eitthvað og búið til kaup úr því, en núna er Saga aftur komnir svolítið í vaskinn og þetta er að spila svolítið eins og ég bjóst við. Já, það ekki. Jú, ég svona gerði ráð fyrir því að Saga myndi lendi í erfiðleikum hérna í CT. Það var á þessum tíma þar sem við sjáum Kraken gera mikið fyrir Sögu á móti IA, en að vísu var það á móti miklu óreyndara liði. Já. Og sást alveg koma þeim á óvart, en við erum að tala allt annað lið þegar við nefnum Þór og eru þeir alveg vanir að spila á móti þessum leikmönnum hinum megin hjá Sögu. Þannig að spurning hvort að þeir hafi eitthvað vasastratt núna fyrir fram að sig, þeir allavega að kaupa þetta niður fjarka og hunsa, þannig að þeir eru með hero kaup allavega, en geta þeir gert eitthvað úr því defending? Það er svolítið erfitt. Já, það er það. Byrjar ekki vel, en Hatti að vísu tekur byssuna tilbaka. Kemur sér samt fyrir í aggressífu anguli, en ég held að hann allavega, já, gefið þeim það að aðeins sé hreint eins og þannig að restin af liðinu getur verið rólegt þar sem að þeir eru. Við sjáum að þessu Kraken þeir ekki með miðjuna, þannig að það hlýtur að verða hann er bara býður eftir þessu. Þolinmóður og glottur. Glaður með þetta. Já, fítið kallinn. Ég held að þetta hafi verið lesið bara áður en þetta gerðist. Já.
Flöffarinn segur, síðuspilari, hefur alltaf verið 2 á rampinu. Spottið á, núna komaði báðir hratt í baki, þetta orðið svolítið erfitt hérna. Þetta finnur einn en það voðalega lítið hann búið að spara aftur en það heldur ekki fyrir að Lifluff ennþá hinum meginn á kortinu og tryggir það bara að krakki núna einn eftir með Diglu getur reynt á M-fjarkan sem ennþá lifandi en Lifluff núna að halda þessu anguli áður og gerir það bara enn og aftur. Já, hann bara slatta hann allt rándið og bara hlaupið í kallin. Hann las hvert einasta kill í þessu rándi. Bara... Gerði góða hluti. Kominn aftur með 20 kill. Búinn að leita fyrirleikinn og að leiða leik nr. 2 líka. Mozart tekur vappan og Kraken tekur Auto. Já, ætla hann verið ekki keifin með þetta. Allavega, ég sé ekki fyrir minna aðra stöðu þar sem hún mikið spil. Nei, kannski close ramp svona helstu 2 staðirnir sem að fólk fyrir með þetta. Beint aftur keifinni á honum, það bara hárrétt hjá þér og þeir eru að slást við miðjuna á sama tíma og þetta gæti alveg ennþá Lústik kemur að sjá það og borga fyrir þetta. Lifluffinn er rétt að halda lífið. Skaðinn í gegnum smókinn tekur hann niður í 6 AP, þeir að vísu vita það ekki en byrjar vel fyrir þá, halda öllum sínum mönnum lifandi og núna geta þeir nokkurn veginn verið slakari ef Ati lappar ekki línuna en Viktor kemur hinn fyrir og nær þessu svingi hérna. Vel gert hjá Bjarna, þetta mögulega breytir rándinu en Kraken komin. Hvað er að gerast? Nei, hann leipur bara framhjá vapalínunu til að næja plantið og kemur sér síðan fyrir í öruggt horn. Já, flanki að koma. En ég grunar að þeir viti nú alveg að því hins vegar en aftur á móti með lítið í líf hann skúna að halda þessu flanki en nær samt killinu. Mozart einn með vappan núna og það er engin leið burtu. Kraken refsar þessu og býsti við tekur vappan yfir. Þannig að þeir eru aftur komnir með mjög heilbrigt kaup. Já, og við erum að tala að peningurinn hjá, jú, þeir eiga allavega inni 2 kaup í viðbót Þór hérna áður en þetta byrjar að vera eitthvað vandamál sem kemur reynda lúsibónu sem beint í kjölfarið. Þannig að, já, mér sýnist Þór vera í ágætismálum efnahagslega. En getur Saga haldið þessu áfram? Þeir eru búin að tapa 5 rándum í röðu núna á móti Þór og það þarf þá bara að vera meira consistency sem við sjáum hjá þeim. Þetta var í rauninni þetta bústað í liðinu sem svolítið klúraði rándurinn fyrir Þór. Missa 1 og hinn finnir í 6 AP, þannig að það er dýrkeypt sko. Vel gert hjá Viktor, nær hérna Kraken. Gott pikk að fyrta, náðir að refsanum. Heldur áfram hérna, svinga bara aftur í lífuna. Breytaðir hins vegar, allir fara ekki bara rætt í aðeð hérna, eru búin að vita, eru bara að hreinsa miðuna, ekki margir sem geta verið inn á af úr þessu. Sjá hins vegar Ati Háti, hann nær einum, fyrir hann í rípíkið. Langar það, hann gerir þetta vel. Þekkti Ati Háti gamla, hann hefði farið 100% í þetta, en Mozart kemur hérna að veita honum í... hann er mögulega bara að fá hann í hliðina. Mozart aðeins og varum sig hérna. Kemur sér í línuna síðan á Ameríku. Já, Ati Háti núna búin að átta sig á hvað er í gangi. Hann er með Stjána til að aðstofa sig. Mozart. Nei, 10-10. Þetta, já. Ok, það er leikur. Og Mozart las þetta pínu vitlaust. Ég held að hann hafi ekki áttað sig á að Ati Háti mögulega hélt að báðir var að koma frá... Ati Háti hélt að báður voru frá keifinu og síðan þegar hann fattaði að gæðin byrja að móla og eitthvað og tefja þá náttúrulega dreifist athyglinni yfir skilur. Það hefði þurft að hreinsa hann miklu fyrr út ef þeir hefðu hann hefði bara þurft að taka þetta fætt. Svo þekkjum við þetta með vappalínuna, það gerist eitthvað annað á kortinu á sömu sekundu, þá horfir á fítið og þá er akkurat maður að lappinu línuna. Nei, þetta er nefnilega svo riski að því að þú veist að hann fór inn í Churchill og hugsaði Ati Háti hafi verið að halda á hann er bara að bíða eftir róteitur og heldur mér, skiluru, sem er líklega pælingin sem hann var að fara eftir, svo sem ekki röng pæling, en 10-10 allavega, stendur staðan og... Þetta er áhuga, eru þau smóka hann í hotninu, eða ekki? Jú. Og var þetta viljandi eða var þetta feil? Ég veit ekki. Ég neita að trúa að þetta hafi verið viljandi. Þeir reynir að fara út frá þessu, Viktor vill ekki gefa þetta frýtt en þá kemur Kraken og svingar þetta, veit betur en ekki. Það er kærulaust þarna að hlaupa hérna í gegn, en... Að vísu. Þór mögulega að missa pínu svona agan. Já. Þeir komið í svona tætt. Og smókur hins vegar, Ati Háti mögulega með Þetta er mesta Ati Háti move í heimi. Oh my god. Nei, þetta hefði verið skemmtilegt.
Það verður mjög skemmtilegt. Missa reynda leikmann fram hjá sér. Hann fær allavega info, það var eitthvað í gangi á miðjunni. Hún í horninu, það var hann klíraður. Sýnist hann alltaf að vera klíraður. Já, treytaður hins vegar. Nei, ekki þessu killi, Fluff. Mosas núna einn á. Já, núna erum við að sjá þetta svolítið, hvað missa aðeins greiparnar hérna. Jep, og ekki mikill peningur eftir heldur. Nei, þetta er farið að líta illa út fyrir Þór. Þór með ekkert forsa. Það er bara að þú verður að spila þetta fyrir næsta ránd og gefa sögu næsta ránd mögulega. En hvort það komi eitthvað gott strat, við sjáum allavega 3 tekkur, þannig að með grunar þetta verði eitthvað snöggt, allavega explosive. Hvert það verður lítur út fyrir að vera A/miðjan. Gutti klúrar hoppinu og það reyndar býður upp á það að þeir hafa ekki info með Laugaveginn. Það heiti enda að vera með góð greina. Og Hildi og Gutti saman að 2 að halda miðjunni, 2 og 2 og eins og þá lítur þetta út fyrir að vera Skúl sem að neglir þetta fyrir þá og þarna fellur allt. Núna var ég til í aðra pásu frá Þór. Já, þú ert að fara inn í næsta gunround og síðasta gunround. Reyna eitthvað aðeins að lesa hvað þeir geta gert hérna til að loka þessum leik. Þetta kemur hún. Að vísu frá sögu. Var það málið? Já, svolítið. Jæja, ok. Ég hata það samt ekkert heldur, en... Þú veist, ég er ekki hrifinn að því leiti að þú ert með momentuminu, sko. Þú vilt ekki gefa Þór í rauninni tækifæri til að recompósa sig fyrir eitthvað stratt og spjallir í, sko. Bara vona að þeir haldi áfram að vera svolítið kærulausir eins og þeir eru búin að vera síðustu 4 rándin. Þeir eru búin að vera aðeins og mikið að reyna að negla sér í gegn. Mögulega held ég bara málið sé að spila hægar. Já. Þú veist, þeir eru búin að vera hraðir fram að þessu. Saga er búin að ná aðlagast leiknum, leyfa þeim núna bara að klára jútilið og fara í gunfightinn og láta AK hana vinna. Saga kemur svolítið í gang fyrst bara eftir þetta Force-kaup hérna hjá þeim, voru með, Force-kaup, hvað við kalla það, var þarna með XM og MP9 og eitthvað svoleiðis. Hann var í rauninni unnið hvað, öll rándin í kjölfar eftir það? Já, mér finnst það, já. Þannig að það bara, þetta er búið að vera, og það er kannski það eina, þú veist, voru þeir að vinna rándi út af því að þeir voru extra confident, kannski trúðu ekki á því að myndi ná þessu, eða var það bara að þeir eru komin í gang? Já, þeir eru bara mættir þetta, Stjáni er nægir ríma. Þetta er það sem að Saga gerir vel þegar að menn er að hitta og það er bara búið að taka leikmennina af þeim núna. Þór eiga ekkert eftir. Þetta er bara alltaf bara að stefna í 3. mapp, ekki nema Viktor og Bjarni geta gert stórt úr þessu, en infóð er þarna, þeir vita hvað síðasti maður er. Já. Saga lokar þessu, gerir vel, aðlagast vel. Þetta gott mapp hjá þeim. Já. Mér til mikillega óhamingju að skemma spádóminn minn, en aftur á móti bara frábærlega vel gert þarna að ná þessu comebacki. Að þetta var að fara að líta bara mjög illa út fyrir þá á tímabili. Í alvörunni, já. Bara props á þá að allavega að draga þetta yfir í 3. mappið sem að er að vísu heimavöllur hjá Sögu, mætti alveg segja. Þeir eru góður í núk og hafa verið. Þór hafa ekkert verið lélegir í núk, þeir eru fínir, en við myndum nú ekki setja á þessum topp 3 núklið á Íslandi, sko. Nei, en aftur á móti núk er geggjamapp fyrir, og hefur verið fyrir Sögu í gegnum tíðina. Og oftar en ekki hefur það verið fyrsta pikk hjá Sögu líka. Algjörlega, þegar þeir voru með enokiliðina, þá voru þeir mjög mikið að pikka núki, sko. Já, þetta getur eins Þór erfitt núna. Ég held þeir myndið ná að sigla þessu 2-0, en ef þið er núkið þörd, þá erum við miklu jafnari velli. Þú ert með alla leikmenn heita núna í Sögu. Já. Þannig að það er engin afsökun núna fyrir Söguleikmenn að vanta og þú ert með alla leikmenn í Sögu heita. Þetta er bara hundsi, þú veist, það er enginn sem vantar, virðist þér. Nei, í rauninni ekki. Það eru þannig séu allir búin að vera á serverunum. Það er enginn einn leikmaður hvorum liðum búin að vera eitthvað að lagga eitthvað fyrir aftan. Þeir eru búin að vera bara svona að haldast í Leflafur, búin að klálega að vera á toppnum í gegnum alla leikina svona, en reyndist ekki nóg í þessu mappi. En held aftur á móti bara það sem gerist var að Saga aðlagast því sem Þór var að gera og Þór var ekki að ná að breyta til, skilur. Þetta virkaði svo oft, kannski virkar þetta næst eða eitthvað svona smá þannig væp, hefðu þurft að byrja, þú veist, þeir hittuðu aðeins lítið sem ekki neitt og aðeins var klálega nokkuð opið. Ég hlakka allavega mjög mikið til að sjá hvernig núkleikurinn spilar, en til þess að komast þangað þá þurfum við að hoppa í stuttar auglýsingar og við sjáum ykkur aftur eftir skamma stund í 3. mappi, það er núk.
Já, bíllinn nýlega búinn í gang, sko. Það 2 eftir áferðinni og hann alltaf farið að hekla í allt sem hann átt. Og hann líka nýlega yfirfarinn, það búið að skipta olíu, þá skiptum allt í bremsu. Fyrst að plossa allt. Nei, þú þarft ekki að pæla í því. Við sjáum allt hvernig þinni alveg frá aðtölu. Nei, þú dauður! Þú dauður, maður! Þessi bissa er eitthvað stóma í! Hann sé ekki dauður, sko! Hann er rauður, hann segir að hann er rauður. Þetta er kollegi minn, hann er að tala um eitthvað rauðan bíl. Jæja, klukkan 3 mánudag. Það er ekki vandamáli. Ég passa mér yfir, Come on! Veldu rafmagnaða Toyota tilfinningu með nýjum BZ4X. Toyota, förum lengra, fyrir alla. Já, við erum velkomin aftur, við vorum að koma úr sjóðheitum leik, myndi ég segja, í Ancient, en þetta var svolítið bara Þór sem að duttu og fjallu niður í sig. Saga fóru bara allir í gang og þar var þetta eiginlega bara ekki aftur snúið. Þetta var smá back and forth. Þetta var svona, Saga byrja hart, Þór tekur við, Saga snýr við. Þetta var svona, í rauninni var þetta bara sögusjó í fyrirpartinn, miðji helmingurinn var það Þór-sjó og Sagar klósar. Saga klósaði líka mjög sannfærandi. Já, lokarándin voru bara sweep. Við tölum það með að við vorum í auglýsingum að leikurinn var eiginlega bara sko Þór svolítið bara hættu. Eða svona þeir voru orðið svolítið hrættir bara. Saga voru að spila sinn klassíska playstíl þar sem að þeir eru mjög aggressífir. En það byrjaði bara allt að klikka hjá þeim og það var bara ekki aftur snúið þegar það gerðist. Nei, í rauninni ekki. Og hefði viljað sjá bara Þór adapta aðeins betur inn í og fatta líka að það væri tiltölulega opið
að selja ykkur BFake eða whatever, reyna að fá þenn og leiðinni taka eða meðan. Eitthvað svona aðeins skemmtlegri calls frá Bjarna kannski til að reyna að loka leiknum af því það sem gerist í rauninni var að bara Saga áttaði sig á að þetta var mest að koma í gegnum bíð, taka leiðinni, stöffa leiðinni heavy og taka middina skilur þannig að þeir voru búin að loka þessum helming af appinu algjörlega því allt fór eiginlega í að halda því. Og sem var Raka basically bara borið nefið allir því hann sá engan en þeir eiga allavega það núna hjá Sögu og Þór reynda bara en bara það miklu meira sem að byggðist upp á að gera í mappi eins og nú þetta ekki eins svona default mappi við sjáum rosalega, sko ef þú ert með út í smókana sem eiginlega bara öll lið á þessu leveli eru með, að þá ertu með svo mikið óvitað hvar menn geta verið á mappinu, við sjáum menn núka smókana eða spamma smókana en það oftar en ekki eru menn að spila það að secretið gæti verið. Spurning líka að variation að þessum út í smókum, hvort er að nota Navi smókana eða standardvegginn og eitthvað svoleiðis sem mörg lið að nota bæði bara inn á milli. Navi smókanir eru þeir sem eru nær. Já, þeir sem að blokka nær CT-unum basically og flestir að nota þessum venjulega en það sem bara komin nokkuð mörg counter fyrir það þú ert yfirleitt spammaðir í gegn og eitthvað þannig að þú ert að tímasetja vel crossin og hitt býður líka upp á lurk inn í algjörlega þú getur gert mjög skemmtilega hluti með Navi-smókunum og það svona persónulega fyrst mér að hann skemmtilegri heldur en þessi standardveggur eina sem hann gerir bara hóta niðri, jafnvel þú ferð ekki eins og niður og þetta bara svona að byrjar að forsa ykkur rotate á mappinu og gerir aðeins auðveldara að ráðast á uppi en það bara spurning í rauninni hvaða variation við erum að fara að sjá, ég held að Þór eru að fara að nota meiri útfærslur af þessu smókum. Ég held að það sé bara hárrétt hjá þér. Bjarni virkar eins og maður sem að myndi kóla svona við erum með strat sem þið getið lesið en við erum með fleiri en eina útfærslu af því. Algjörlega og bæði lið bara nokkuð comfortable í þessu mappi og núna bara spurning hver er meira comfortable. Það verður nefnilega spennandi að sjá þetta að bæði lið eru heitt, það er engin afsökun núna, þeir eru báðir búnir að sýna ykkur á toppleveli inn á server hinga til í kvöld. Og allir leikmenn mættir til að spila, það er allir mættir og allir að skjóta og hitta, þannig að það er engin einn leikmaður sem ég gæti í rauninni bent puttan á og verið bara hvað þú þarfst að gera betur, skilur. Þeir eru allir að gera það sem er eiga að vera að gera. Það sem að gerist oft líka þegar maður fer í eins og framlengingu, það sem að byrjar að gerast það maður sér leikmenn svona kannski gleyma einhverjum basic hlutum eins og kannski að kaupa kit eða eitthvað svoleiðis. Ég ætla ekki að fara alla leið aftur í það, þú veist hver þú en er það að gerast þegar þú ert komið svona langt inn í seríu frekar? Já, þetta er þriðja mapp og ég meina menn búast alltaf við að þriðja mapp geti gerst en ég meina menn hljóta að vera þreyttir líka. Nei, akkurat, Já, það ætla að fara ekki bara eftir leikmönnum. Það eru svona tvær típar af leikmönnum. Það eru þeir sem, þú veist, þeir sem eru championship material. Þeir eru bara geggjaðir undir pressinu og þeir meira sem eru undir því einbeittari eru þeir. Og meðan aðrir geta verið því meira sem eru undir því meira skjálfaðir, skilur við. Já, einmitt. Og það eru þessar tvær típur og það er bara spurning hvernig þetta lýsir sér í dag. Einmitt. Og þeir fá allavega smá svona kælingu á milli leikja og geta frískað upp á sig, fara á klósetu og eitthvað svoleiðis. Skoða alla styrktaraðalinn okkar sem eru í auglýsingum á meðan og svoleiðis. Red Bull boys, ef þið viljið fara á Drop or Heaven og ekki með ykkur, þá fáið þið ykkur væng, það er bara þannig. Það er þetta bannað þannig. En já, Settar Creek, það er bara þannig. Við förum í núgleið og við getum og það ætti að vera hnífar líka núna. Já, það held ég. Hnífa upp á helming og mikilvægt, ég meina Saga er nokkuð öflugir í terri í þessu mappi, sko. Ég hallast því að Þór vilji væntanlega fá CT alveg 100%, sko. Til að byrja með. Já, ég held að Saga sé meira svona either or. Þeim er alveg sama. Þeir vilja allir CT í þessu mappi, það viljað allir, en ég held að það sé minna högg fyrir Sögu að lenda þeim einn, sko. Og kannski minna högg fyrir þá að ná líðlegum CT helming og fara svo yfir í terr. Þeir eru kannski ekki eins skjálkaðir ef að svo þetta væri öfugt. Núna er ég bara mjög forvitin að sjá hvernig þeir spila því ég senast ég sá það að spila var með Enoch, sko, og hann var rosalega duglegur akkurat þarna úti, sérstaklega ná þessum pikkum sem voru mikilvægt. Það var bara spurning hver stígur þá upp fyrir hann. Er eitthvað nýtt meta sem er verið að spila í núkinu? Er það ekki svolítið hrátt en þá bara? Jú, eða þú veist, nýtt og ekki nýtt. Ég held að þetta sé búið að vera nokkuð svipað hérna í kannski give or take allavega okkar season hérna síðustu 2, sko. Það er allavega eins og segir, þessi Navi smókar, það er svona síðasta útfærsla sem að ég man eftir einmitt að menn væri að spila svona nær einmitt og þó svo að þú ert ekki með sama cover og hérna kannski frá Heaveninu, þá getur alltaf tekið löngu slóðina. Við getum verið að sýnt fólki hvað Navi smókarnir lenda. Þeir lenda bara hér og hér
og blokka, sumir eru með waterfall smokin líka yfir hér og þá þetta oft, þú veist, variationin geta verið þannig að þú getur labba hérna alveg upp við og síðan niður secretið, eða jafnvel flassa yfir eða flassa inn í vibban eða flassa inn í garage, skilurðu, þannig að þú ert með miklu skemmtilegri útfærslur á einhverjum playum úr Navi-smókunum. Hitt er mjög svona one-dimensional sko. Og eitt sem með dettur í huga eru kannski pistolroundin. Maður hefur séð mjög marga spila early map-kontrollerinn að taka backside CT af CT-mönnum. Það er nefnilega, þú veist, þetta er ógeðslega fyndið að því glokkurnar eru ekkert geggjaðir í long range. Þegar þú ert að fara í svona play eins og að fæta úti og alltaf pussa ógeðslega langt, þá ertu samt að riska mjög mikið að fæta uppspurnar í long range. Já. Þú þarft að klíra mjög mörg angle og þú uppspurnar er að fá nokkuð góð skot á þig og þú verður eiginlega bara svona krossa fingur og ert ekki drepinn. Við sjáum mjög mikið í svona íslensk lið nota bara 1.250 úti og hóta, þannig að þeir eigi sens í uppspurnar og þá bara eitt sem droppar því, þá ertu með armor P250 á móti uppspurnum og þá ertu alveg með ágætis advantage og hinn er þá einhvers staðar inni að hann svo selur. En spurning hvað við fáum að sjá hérna frá sögu sem við ætlum að hnífarnir fyrst hérna. Jú, hnífar fyrst og þetta er kannski svona, ég meina skiptir máli og ekki, menn er ekki að taka þetta allt og alvarlega, það er bara að fara í beint í að slæsa. Þór bara alltaf að loka þessi hérna. Það er bara hannig, þannig að við sjáum þá sennilega pikka sitt í hliðina, það er örugglega bara öruggt. Já, ekki bara. Yes, breytist ekkert hérna og það er bara þannig eins og sagðir. Pistol komið í gang, það er síðasta mappið, hvor liðið tekur sigurinn hérna, það er allt á þessu. Við erum basically bara í best of one, það sem allir eru heitir. Ekkert utility á sögu, já, segi ég það. Þá er komið 1 flass, þannig að þetta er kannski bara rosalega basic entry inn á sætið. Broti gluggan og ég held að það sé bara nákvæmlega kólið. Keyra allir í gegnum gula og 1 flass fer með þessu. Eða bara akkurat öfugt, það er allir á B-ið og flassið er sennilega þá djúpt. Eða bara ekki á leiðinni. Stjáni ætla bara að mæta þessu. Það er áhugavert call. Nær einum, en það eiginlega dugar ekki fyrir. Þeir eru komnir með allt B-sæti, bomban ætti að koma niður. Þeir eru að vísu mjög slökkir í rótetið. Og Bjarni er núna klemdur saman, flott þarna að fara í gegnum gluggann. Næra 2, sprayið, en nei, ekki nógu gott. Mozart kemur hérna 1, niður 10, sér 1. Fínasta flassana, nær honum. Mjög flott flass. Stríður með hurðinni. Vel gert. Ég set alveg spurningamerki við að taka hana fætt. Þú heyrir í þeim öllum 5, þú verður eiginlega bara að hlaupa í burtu og fara niður. Eða það ekki? Jú, að því hver eru líkurnar að þú ert í besta falli good for one. Já. Í besta falli. Og meira sem nær einum áður, hann hefði getað bakkað út frá því. Þú heldur bara djúpri línu, þú sérðu alltaf hlaupa, hlauptu bara niður, komdur í eitthvað sem eitthvað skemmtilega stöðu til að liðið ná að róteta hraðar og ná ógna plantinu og eitthvað, skilur við. Þú ert búinn að missa þetta svæði, en ekki með þessa byssu allavega. Ef þú væri með, þú veist, dúllurnar eða eitthvað, þá mögulega myndi ég skilja að sitja. Þeir eru alveg að forska og það virkar vel fyrir þá Viktor, skátir frekar en Famasinin og gerir gott úr því hérna, beint í höfuðið á krakken. Og þá allt í einu róast allt niður. Leikmenn hallast aftur í áttina B-inu. Stjáni var þar áðan, nú með digluna, betri pistla, en hann er búinn að koma sér mjög djúpt hérna fyrir, að vísu fer aftur tilbaka og nú er Mozart búinn að koma sér fyrir líka. Þannig að þeir eru með þetta klassiska crossfire, en þeir útiloka Stjána. Tvö smókil kominn. Nær Mozart einum í viðbót, nei, hann felur sig bara, þeir ná hins vegar treyta hann og sitt í 3-3, rótetið nógu hratt. Já, nær skotinu en hittir ekki. Reynir áfram að tengja. Er ekki að ná að tengja, en Leflöf er komin í mjög skemmtilega stuði hérna. Alla, heyrist ekki. Reynir að halda áfram pressinu, gerir mjög gott. Hann fyrir single, gerir vel hérna, fær ATHT beint hérna í andlitið. Nær ekki að drepa hann hins vegar, núna er þetta allt alveg fluff. Já. Þetta leit vel út þarna í pínu og það þurfti að fá þetta seinna frag hérna Leflöfinn, kannski til að gera. Já, algjörlega.
2-0 fyrir Sögu þegar, ég ætla ekki að segja þeirra map-pick, vanur að segja það, en Ekki þetta skipti. Ekki þetta skipti. En þeir hérna ennþá með diglunar hjá Þór og voru að vísu að hitta þeim. Ég skal reyna að halda penningunum niðri ef þeir ná ekki að vinna þetta, en ólíklegt að þeir vinni þetta. Það er ein neita á Bjarna og hún lendir að vísu held ég nokkuð vel, þeir aðeins fram með okkur í smá skaða, en útismókar eru það og það er ekki navismókarnir. Neitan of djúp, en þeir eru strax fallnir niður. Þeir eru að kaupa þetta sé 3 menn í Secret eða fleiri og það er bara rétta callið með diglur geta tekið svona ákvörðun. En ADHD spilar ennþá úti, heldur bakinn á sínum mönnum. Já. Og læðast bara inn á þetta er mjög skemmtilegt þarna hold hjá Þóri hérna. Þeir eru bara eiginlega allir niðri. Búast örugglega aldrei við Bjarna. Nei, við búast örugglega líklegast ekkert endilega við Stjána heldur. Eru þeir að fara að fatta þetta bara bakka? Ég held að það sé bara rétta playið. Viktor er eiginlega eini maður sem getur gert eitthvað úr þessu núna. Hann er að halda vendinu sikur megin og Gutti þeir vilja bara ná honum en hann kýsa bara upp sem er ennþá betra call líka. Já. En ADHD er komin alla leið hérna upp í hefinni og þeir eru bara að bíða út frá hans Yfirvegað hjá Sögu hérna. Þetta er bara mjög hrifinn af þessu. Og hann neglir á réttum tíma, komin inn á og nær Viktor ekkert mál. Búast ekki við gæjanum í gula hérna hins vegar. Nær ekki að tengja. Þurfti. Já, það hefði verið stórt. Saga lítið mjög vel út hérna. Já, þetta er réttu callin. Þetta er bara alveg klálega. Þau bara grunuðu að þetta væri eitthvað mjög hættulegt allt niðri. ADHD hittir þessu, komið 6-0. Maðurinn er vaknaður. Já, þetta er góð byrjun og eins og ég segi, Saga almennt bara nokkuð þéttir í terr hafa verið. Ekki mikið úr þessu sem að Löfflögg getur sótt nema kannski eina byssu en... Ég er mjög hrifinn á calluna að hafa farað þetta. Því ég held að flest lið í deildinni hefði bara committað. Já, eða ekki? Jú, flest lið Sérstaklega þegar þú ert búin að silenta svona langt, þú veist að mennið viti ekki að þér. Þú ert bara búin að sjá einn. Akkurat. Þannig að það hefur ykkur Spider-Man í liðinu verið bara eitthvað Spidey senses are tingling, förum upp. Já, þetta var alveg klálega sko. Þannig að bara geggja call hérna hjá hverjum sem callaði þetta. Hvort það hafi jafnvel verið ADHD þegar maður komið svo ótrúlega fram að það. Já, líklegur að hafa callað þetta að því miðað við hvar hann stóð, þannig hefur verið bara þetta er eitthvað fishy sko. En það betra að Sögumenn treysti á þetta þannig að þeir eru vel tengdir saman. Alla taugar á einum heila. Reyna kemur Hunsi í vandræðum hérna. Já. Góð neita þarna hjá honum en að þeir beint í svarar því leið hins vegar. Mozart hins vegar tekur eitt í gegnum smókin. Kraken kom úr hvað ískrinu sýnist mér bara í gegnum smókin. Mozart fer í heaven. Sjáðu hvað þeir eru fljótir að fara út frá því og Kraken. Þeir halda þessu. Þeir eru alveg gerir vel hérna fyrir undirpósuna. Aftur á móti lappar hann líklegast í bara Stjána hérna. Vel gert. Bara í plantið. 3-2, ADHD, Kraken þurfa að gera eitthvað stórt hérna. Helvíti gráður alltaf að komast upp með þetta. Kraken, 1-3. Já, ég veit ekki okkur hann var svona bjartsýnn, það var enginn í vippanum með hnífur uppi að hendi í eitthvað parkour þarna. Það er hann að koma sér í mjög góða stöðu til að vinna rándi en að þeir þurft að fara að finna fleiri menn og... Algjörlega, ég held að hann hafi verið pínu stressaður af honum hérna upp í kattinu að hvernig hann myndi píka en það þarf bara að treysta á að Kraken sé að halda í. Negla, Þór kom þeir líka inn í leik og gera vel úr því, taka vappan yfir, Mozart fær hann beint í sínar hendur og hinum einn sjáum við svipaða Sögu nema núna er bara skát á ADHD ennþá heitur og ég sé ekki akkur hann ætti ekki að hitta höfuðið þannig að kasta strax einum smók frá sér, lætur Gutta sjá þetta úti smóka semnilega og fara þeir flest allir út bara, einn maður er på sílónu og það er ADHD að spila höfuðangulið, klassískt skát. Já, sjáum bara þetta er, hann ertu svona komið nær navísmókanum sko. Samt eitthvað svona eins og variation að því.
Já, svona... Skítamix. Nei, þetta fínasta vekkur og allars held ég sé bara að vinna. Hann samt að feita, að verða að hlaupa. Þetta aðeins svo lengi að nota hann. Spottar einmitt hann að feita og það bara hlaupa af stað, sko, bara jæks. Maður sjá akkurat bara hann reymdi skóna og byrjaði bara að spretta, sko. Gerði ekki allir. En þetta hefði geta verið gott call hefði þeir haft aðeins meiri tíma á smókunum út af því að þeir eru búin að sprengja hann tvisvar og sjá ekki neitt. Þeir eru líkurnar að þeir hafi ekki fallið fyrir því. En... Já. Gutti hins vegar í smá baráttu þolinmæði hérna, en Stjáni bara betri í þessi tilfelli. Og eru þeir ennþá tveir með rampinu og sést einmitt hérna... Þeir eru bara að taka alveg kontrólið hérna. ADHD og Hunsi treytaðir. Gullfallegt treyt. Það var þetta á okkar manni Skún. Skún the Raccoon. Skún the Raccoon. 20 sekundur. Kemur með það baboon. Þú bara þurftir að halda áfram. Nei. Bunny hoppar eins og Boon. Já. Ég er ekki að dæma. Reyna að hlaupa í burtu hann og bara... Nei, náði hann ekki eins og niður. Nei. Það er bara svart. Hann ætlaði bara að halda hana. En 3-2 segi ég fyrir Sögu og peningurinn ekki góður hjá þeim akkurat núna. Núna erum við að fara að sjá mögulega eitthvað aðeins betri siglingu hjá Þór að fara dætt í gang. Búin að gera sér grein fyrir að þeir þurfa að halda út í svæðinu mjög sterklega á móti Sögu allavega og gera það vel þarna. Stjáni líka að bara taka niður strax á móti, já, Pisturóndi fár illa hjá honum, en hann er að gera mjög gott hérna. Þetta getur verið mjög súrt líka að lendi í tvisvar að vera búið að bösta út í playið þitt og svona illa. Spurning hvað þeir reyna að gera til að aðlagast því. Viktor taka línur hérna og kemur sér í annað angul, snöggur, ekki að gefa Diglónin sömu línu. Nei, en krakkinn hins vegar er ennþá einn í hann eftir úti, hinn er tveir ykkur staðar inni. Hann er með inspektið, það þýðir hann hittir. Hann er að spinna. Þetta voru boomer reflex. Hann er bara catching strays. Gott skot hjá Viktor, tekur út krakkinn, ADHD og Hunsi. Reyna bara að finna eitthvað, ætla líklega bara að reyna að gera þetta dýrt fyrir Sögu, eða korreksin Þór. Hvar er Diglan? ADHD að leita af henni. Já, þetta tók bara salsadansinn fyrir framan hann, áfram aftur og bak. Það var í annað skipti sem hann er með hnífinn í bardaga. Já. Það vísu ekki mikilvægt ránd svona með aðstæður, en Hunsi... Nei, það er bara, nær hins vegar killinu. Ég segja, P250 er besta byssan í leiknum, sko. Já, í réttum höndum, það er bara klálega málið. Ég segi ekki besta byssan í leiknum, en... Nei, ok, kannski svolítið... En hún er alveg í topp 30, sko. Allavega, sko. Ég veit ekki hvort það sé 30 byssur í leiknum, sko. Já, 3-3 komið í kaup hjá Sögu og Mozart ennþá á vappanum hérna. Fíla hvernig Viktor er búinn að vera að spila með honum einmitt, hann er að sjá að sprengja smókinn fyrir Mozart. Já, svo hann tæki línunar. Þetta er alveg svona dæmið þar sem að þú verður eiginlega bara að bíða. Þú veist að greinan er að fara að koma, leiðum bara að sprengja, býta rétt á poppi, kerðu síðan. Eða bara nota aðra smóka. Eða jafnvel tvísmóka vegginn, sem ég gera það. Já. Kasta smóknum, leifa að nota jútili, kasta honum aftur og síðan gunna. Var að við séð það. Það er hægt að gera fullt. Það getur verið triple bluff. Já, það er hægt að gera fullt. Ég vil bara feika hennan vegg, skilur við. Ég væri til í að sjá núna eitthvað svona aðeins meira... Innipopp eða... Já, ég væri til í að sjá bara aðeins meira svona hugsun frá Sögu. Já. Hvernig er alltaf að taka þessa slagi. Þeir eru nefnilega mjög... Það stundur reynir bara brútforsa, skilur við, og það getur oft bara stundur komið þér bara x-langt. Og ef þú lendir í eitthvað svona pínu vegg, þá bara reynir að finna eitthvað aðeins meiri svona clever lausnir á hvað þú vilt gera. Núna allavega hallast þeir meira á innisvæðinu, ADHD með flash hérna tilbúið fyrir A-pop, hvort það komi, hvenær það komi, en þeir eru allavega tilbúinir ennþá að halda línu. Þeir eru með einn leikmann úti, það er Gutti komin hérna mjög framalega, en ekkert í boði þar. Já, fyrir framavegginn, skemmtilegir staðir, alltaf líklega bara halda þar. Með grunar þetta sé kannski að fara að vera eitthvað innipopp og hann komi leit í bakið úr vibbanum, sko.
Já, það heldur bara nákvæmlega sem að gerast. Næra dinkan, hann ekki að klára. Óf, Skún gerir vel þarna. Mikilvægt kill. Molli fyrir Heaven, gítur Mozart út. Og þetta flank frá Gutta líklegast að fara að borga sig. Nei, vita á honum. Já. Spottar hann ekki Viktor á sama tíma? Er hann kannski bara að halda sér lifandi? Alltaf að seifa. Ég heldur verða að gera það. Já. Þeir eru svo lágir, þeir sáu Þeir geti ekki vippan heldur, þannig að allir þurfa að koma í gegn katti, sko. Ég held að þetta sé bara rétt play. Klálega. Og líka bara að halda 4 byssum ef þeir geta það. Já, ég held þeir ætla bara að gera þetta dýrt, sko, fyrir... Þessi má ekki detta. Nei, þeir komast upp með það. Stjáni að fara að reyna ninja. Jú, hann var að reyna. Ég veit ekki hvort að hann hefði komist upp með þetta, hann beðið í kannski 2 sekundur í viðbót. Það hefði verið svona akkurat á tímanum, en þeir akkurat svona kíktu þegar hann steppaði. Það þeir kíkt og snúið sér við, ég veit ekki, þeir voru reyndar alltaf mjög lengi, ég er ekki alltaf viss um að þetta hefði gengið upp hjá honum. Svona síðasta checkin, þetta var svona vara-play hjá honum. Já, algjörlega. ADHD, vanur þessu. En ég ánægði samt með hugmyndina. Já, auðvitað, mátt alveg execute þetta einu svona, sérstaklega ef þetta virkar, þetta líka er svo mikið högg á móralinn ofan á það að... Algjörlega, þetta getur gjörsamlega að setja fólk í vaskinn, sko. Og ég meina þó að það klikkar, þá eru alltaf 3 byssur lifandi líka. Þeir fara með vappan yfir og geta gert eitthvað úr þessu rondi á móti. Smókurinn réttur hérna, hann kemur sér upp á angul og gullfallegt angul í honum. Glittir hann í höfuð á honum. Repositioner, kemur sér upp á reili til að sjá aðeins yfir og það gefur honum þeir flýra þetta bara, gera vel. Hann er í vondum málum Bjarni þannig að tekin, en Viktor kominn í bakið. Hann er að fara að fá eitt. Já, mögulega 2 jafnvel. Nei, það er bara þetta eina flank gjörsamlega, setur allt í rugl hjá Sögu. Þór er að spila svo vel, ADHD, hann er bara of seitt inn í þetta round eða við þetta. Hann veit að þessu. Fluff bara einu skrefi á undan. Já, veit að þessu, vel gert. Æðislegt flankarna hjá Viktor. Já, algjörlega. Ekki trættu við þá. Nei, þetta er bara gullfallegt. 10 kills á honum, hann er efstu fyrir Þór, hinum meginn, þá erum við ennþá að horfa á ADHD, hann er, já, hann er búinn að dafna sig. Hann er búinn að hægja á hann, hann er 6-0, komin í 8-4. En staðan 4-4, hnífjafn leikur og akkurat það sem við viljum fyrir 3. mappið myndi ég halda. Halda áfram smókarnir að koma úti. Ég held líka að þessi leikur sé bara mjög mikilvægur fyrir bæði liðin. Því bæði liðin eru búin að tapa á móti tiltölulega lélegri liðum. Já. Töpuðu þetta á móti SUS og töpuðu á móti... KBJ. Ekki? Nei. Bara KBJ? Ég man það ekki. Ég man það ekki, já, jú. On the spot. Já, mér minni það. Þannig að, þú veist, flest liði núna eru svona að reyna að tryggja að vinna þessi topp 4 lið til að tryggja sér inn í topp 4 lið. Skilur við, að því staðan í deildinu náttúrulega núna er orðin alveg mjög vond fyrir mörg lið. Og svolítið svona skrappi, það er rosalega borðarna ennþá einmitt, já, og leikirnir eiginlega bara meira mikilvægir eins og segir, heldur en ekki. Já. Og það sést alveg bara, og sko sérstaklega hvernig Saga er að spila allavega núna í síðasta korti, sko, en líka Þór. Viktor, hann í rauninni svingar á línunni í staðan fyrir að haldinni og það í rauninni brennir sig svolítið á því. Þeir gera gott úr þessu, en það er að vísu vita 4 leikmannum, en þeir eru búin að velja svona. Ósarna er einum, þeir geta eiginlega ekkert farið í hann út af þessu held ég. Smóka hana, fara í Heaven, mollað, maðurinn á gólfinu, þetta er alltaf LeFluff og næri ekki gera mikið úr þessu. Ósart næri að vísu einu killi og LeFluff líka í gula, þannig að já, þetta er bara 1 og 2. Og Skún er með hann í vasanum, sko. Hann ætlar að fara... Já, þetta er erfitt, einhvern veginn þarna að komast þannig að... Já, hann tekur löngu leiðina. Er hann að fara að sjá í hann? Nei, rétt mistur á honum. Hann langar að reyna þetta. Já, ætlar hann að fara upp á nósuma. Reyn. Þetta hefði verið fallegt klöts. Hann fær annars sjens á skotinu. Já, ég viðurkenni að ég hefði mist mig. Þetta var skemmtilegt. Því að seinni maðurinn var opinn á aðsæðinu. Já, ég held að hann hafi aldrei búist við honum upp á gula. Þetta er svona...
Jú, þú veist, hann náttúrulega, maður sem upp á gula veit náttúrulega hann kemst eða bara úr lobbyinu eða úr heaven. Hann góð pósa miðað við það, sko. Líka bara, já, einmitt heaven. En þetta svona unorthodox pósa fyrir Mozart til að píka á að því þú lendir rosa sjaldan í því að Terrin sé bara upp á gula, sko. En hann kemur eitthvað hratt á rampinn. Stjáni búinn að vera klettur Nær að þriðja. Ætti hann á því, Mozart bara kominn í bakið. Já, peningurinn svona lélugur hjá hana Sögu. Já, alveg. Þannig að þeir þurftu að fara bara í Mach 10 keyrslu. Og nær að koma sér hérna inn fyrir og ég heldur búist ekki við þessu allavega. Ef hann lappar í þessa línu, Hundsi aðeins með smá erfiða línu þarna. Og bara döið líka í ískrinu, hann núna Hundsi eiginlega bara komin í svolítið erfiða stöðu en hann veit að verður að fara inn. Og er tekinn hann tilbaki 5-5, peningurinn hjá Sögu núna. Hvað erum við að horfa á? Þetta Stjáni sem bara tryggir bara þeir þurfa ekkert að rótita manni yfir sem þeir gera samt og Mozart hjálpar honum. Þetta glitch eða? Hann með 4.950? Hann með 4.950 og hendir vappanum yfir á ADHD. Þeir ætla að forsa þeir ætla að hitja þetta næstu 2 rándin. Þetta geti reynst dýrt hugsanlega eða geggjað. Þetta væri geggjað. Tervappi hérna, hvert allar hann að fara með hann? Þeir búast örugglega ekki við þessu allavega hjá... Nei, mig grunar þeir spila mjög hægt og spila eiginlega bara af ADHD akkurat núna. Þeir eru alltaf líklegast bara að halda öllum pósanum og... Krakkinn að setja pressu hérna. Brýtur óvart ventileg fluff og það kannski bara verra. Nú hugmyndin. ADHD fer bústið hérna. Ég held hins vegar að Viktor sé alltaf leiðilegri pósa fyrir hann heyrir skópið. Mozart. Þetta er duel. Og hittir hann, leggar hann hana. En við erum aldrei að fara að búist við Viktor hérna hins vegar. Spila tryggir þessu vel gert hjá Gutta að ná treytinu. Stjáni hins vegar með 2 rampinum. Og þetta er svolítið að falla hjá Sögu núna. En við erum búin að sjá þetta gerast áður. Þetta er búið að vera mjög mikið svona. Já. Þeir taka 3. Þetta er búin að vera mjög back and forth eiginlega í öllum uppunum og sýnir bara hvað það er mjótt á milli þessari liða. Klárlega, en ég verð að henda út öðru props á Stjána þrátt fyrir, þegar við horfum allarlega í pistoli hvernig það byrjaði. Hann er búinn að vera klettur sem angur á B-inu. Hann er alltaf búinn að fá 2 kills. Já, það var í rauninu bara pistolrándi það sem að klúðraðist eitthvað hjá honum þarna og Saga tók pistolrándi en eftir það er hann búinn að vera að halda þessu ramp bara nokkuð þægilega. 3 ránd myndi ég segja að hann hafi unnið með því að angura B-ið og bara fá 2 kills og halda sér lifandi í öll skipti. Þannig kemur Rapp Golfröst, Lefluff Night 5 Bjarni, tekur Gutta og Krakken, núna aftur ADHD. Það var í platti. Ég var ekki alveg tíminn í þetta. Bjarni gerir vel, tefur bara, býður eftir rótitinu. Veit að þetta getur verið hættulegt. Ég er hins vegar ekkert viss að þeir vita að hann hafi labbað fram í þeim. Þetta gæti verið skemmtilegt. Sko samt er maður í vendinu held ég, þannig að... Ég veit, en ég held mögulega með trigger discipline að hann á að klíra 2. Spurning hvort að Stjáni fari að huga aðeins. Ef hann nappar lóla á lagt. Já. Gerir það. Reynar að koma sér fram fyrir hann. Nei, missir þetta hann. Þetta var svo, sko ég skil þetta samt, þetta var svo vont út af því að hvernig hann var að jiggla í heavenu, hann hefði ekki getað komist fram hjá honum án þess að klessa í hann og þar að litið fatta eitthvað að blokka. Hann komst alveg á réttan stað, bara leiðilegt hann hafi ekki náðu að klára hann strax hana. En núna kemur hérna pistolrándurinn frá Þór og mikilvægt pistolránd. Já. Halda þessu áfram. Já, ég veit ekki, ef við erum að tala 7-7 ef að Þór tekur þarna pistol, þá er þetta anyone's game, sko. Það var ein leið til að komast að því og það er bara... En ég meina, 7-5 helmingur er líka fínn helmingur fyrir Sögu ef að þeir ná að stíga almennilega upp þarna í CT, sko. Við sjáum bara útiröðsið. Og ná að opna frekar hratt, taka skún, vita held ég hvert hann fór. Ég ætla að hafa hugmynd. Já, vitaði það núna. Vel gert hjá Hundsa nær einum með dúlunum. Hann er bara að halda frá spóninu. Þetta er erfitt fyrir Bjarna núna. Já, þetta er einhvern veginn. Já, ok, vel gert hjá Mozart nær einum. Þessi maður á CT er alveg að halda þeim uppteknum. Ok.
Hægist aðeins á rondinu í hana, lappar í línunni hjá Gutta núna eftir smá stund. Nær hins vegar ekki að tengja. Mikilvægt að vinna þennan fætt. Gutti að spila mjög aggressífur, veit hann einn og þarf að halda. Mikilvægt fyrir Mozart, 2-2. Viktor kemur hérna og hjálpar honum. En bomban mun fá að fara niður, það örugt. Hvort að Mozart geti lesið hvar að minnstakosti einn maður, þeir vilja reyna að útiloka einn áraðum að þeim líður vel, en Kraken allavega lætur vita af sér. Ég held að Viktor Release the Kraken. En duði það til, ég heldur að vita þessi báður í lobbyinu. Og hann í fínustu stöðu til að halda þessu fyrir hann. Vita báðum. Yes, og nú hleypur hinn maður yfir Kraken stikkar á meðan að... Já, Ati verður að ná þessi killi. Ó nei! Hann vinnur þetta næstuði býttu. Tími? Nei, það ekki tími. Þetta er close. Ég held að hann hafi ekki tíma. Þetta er mjög close. Þetta nei, þetta munar... ADHD þurft að ná þessu killi, þvílíkt flikkarna nær að drepa ADHD og tryggja rondið fyrir Þór. Wow. Smá svona spennufalli á Þórarna og svona vita þeir voru smá heppni með þetta. Sérstaklega hvað þetta snerist við, þeir voru með yfirhundina í rondinu, svo fá þeir þarna 2 kill eða ekki frá C-tíðinu. Þetta bara... Já, þetta var eiginlega þetta fætana Mozart á móti Gutta í... sem svolítið snýri rondinu aðeins, hann Þór í hæginn. Pistol á sögu núna og þeir ætla að skilja eftir mjög svona rólegir, ætla bara að fara yfir í næsta gunrond, það aðal... Þeir bara hjóla niður, einn uppi, vel gert að skilja einnan uppi, ADHD, ætla bara að bíða í smóknum, þeir eru bara að bíða eftir þessu. Þeim grunar að það sé ykkur hérna að naðrast. Hunsin bara uppopnun hérna. Stjáni með bombuna en þetta er svo skemmtilegt anti-ígóðis. Smókurinn ekki nær fram fyrir smókinn, Mozart lætur heyri sér. Já, þeir fara niður, málavendið, ykkur niður í hérna til að taka mótið 2, hérna komnir allavega eins og 3. Kraken fer í pressuna til þess að búa til space fyrir Gutta. Þetta allt úthugsað hjá honum svo að Gutti geti farið í og næja plantið. Þetta skemmtilegt. Nær Bjarna Gutti að vera risastóri hérna. Góð greina, Mozart tekur góðan skaða hérna, 1 á móti 3. Þetta einhvern veginn gerðist. Mozart. Setur núna á shift-takkanum til að búa til meiri óvita hvað hann getur verið, en pressan allstaðar, allir að gera hljóð frá sér. Yfir 30 sekundur, hvort hann klýri darki hérna spurningin, ekki nema hann ætla bara upp. Vel gert, Hunsi, lokar þessu. Þeir mistu þetta einhvern veginn frá sér þarna þvílíkt, þetta var auspuránd. Já, og bara byrjaði... Horfa peningi líka hjá sögu núna út. Já, þetta ránd átti ekki að vera unnið. Afsakið, Hunsi fær opnuna og lokunna. Kraken og Gutti báðir að spila þetta í hotinu og Kraken veit að þeir eru að fá pressun á sig. Þannig að hann ítir á móti, gefur upp þessa stöðu. Þeir búast aldrei við Gutta líka. Gutti líka bara bjargaði þessu rándi. Droppar hann að drepa plantið, kemur í veg fyrir að það fari niður. Þannig að það engin tímapress á C-tíðanum lengur. Og nær líka Bjarna, tekur Mac 10-una. Bara þvílíkt ránd, algjörlega vel bjargað. Halda sér ennþá í gangi í þessum leik. Þetta var farið að líta út eins og Þór leikur, en ennþá eru þeir með núna betri kaup og betri banka líka. Það Þór sem er á tekkum og þarf einhvern veginn að stöðva þetta allt saman. Og þeir eru bara að gera það mjög vel hjá sögu. Einhvern veginn fara þær strax og neita þessu strax. Það bara engin leiðin í þetta ránd fyrir Bjarna. Teknía, 1 eftir og nær einum, nær byssu en info komið og 1 á móti 4. Það ekkert að fara að gerast hérna hjá Bjarna. Það bara spar held ég. Nei, þetta hnífjafn leikur hérna. Þetta dýrt. Þetta dýrt. Að vísu var þetta spara á undan. Ó, Bjarni! 1 á móti 5! ADHD líka með vappan. Hann 1 á móti 5! Nei, þetta má ekki gerast. En ADHD mögulega að fara bara að mæta honum, ég með hnífinn uppi, ekki Bjarni. Nei, Bjarni! Not like this, kallið minn. En aftur á móti, props hjá Bjarna. Hann gjörsamlega eyðileggur bankan. Þetta fór í 1 á móti 4, niður í 1 á móti 1, tekur út 3 byssur til viðbótar hjá sögu og
mögulega bara högg fyrir liðið að hafa lent í þessu. Smá leiðrétting, þetta var 1-5. Þetta var 1-5 í núk með tekku, ekkert annað. Tekur upp byssu út frá því, fær 2 í andlita á sér, en eina sem ég hugsa núna Saga, já, þeir voru að gera það sama í ránduna undan að vinna pistluránd sem var ástæða fyrir að þeir voru með kaup og banka, sem ástæða fyrir að þeir geta keypt núna að minnsta kosti eitthvað. Já, þetta gerði mikið fyrir Þór. Þeir kaupa aftur niður núna. Veistu hvað hefði gert þetta meira fyrir Þór? Bjarni hefði ekki bara klúðrað þessu. Við erum bara að sjá svo mörg svo moment þar sem við langar að sjá klötsi gerast en við erum alltaf hálsbreyta þetta lendi sko. Af því að þetta hefði verið held ég highlight of the season so far. Já, algjörlega. 1-5 með tech. Þetta við erum ekki búin að sjá mörg svona. Við sáum Magga vírus tækja þetta í seasoninu fyrsta síðan árinu senast ári. Það tók hann 1-5 í núk með diglunni. Það var eitt rosalegasta klöts sem maður hefur séð sko. En ég man ekkert eftir einhverjum fleirum svona 1v5s alveg. Mér finnst líka núk vera bara þannig map. Sér þetta miklu meira í núk heldur enn í þessu Dust 2 1-5. Þetta er svona, en það út að þú er miklu þrengri gangar og eins meira maneuverable map. Þetta býður upp á pistlunar eru kannski sterkari en líka bara svona af hverju ættu setja þetta að vera að pússa því í þessu tilfelli. Það er kannski, þú veist, ef við varum að horfa á þetta frá öðru sjónarhorni þar sem hann væri að spila sem seti, þá var þetta ekki sama saga. Nei. Það ertu með bombuna með þér, það er bomban, bara, já, þú veist, þetta væri bara ekki að gerast þar. Bomban væri tikkuð og hún var á leiðinni að springa og það er bara miklu meiri tímapressa en hann hafði tíman ofan á sér og gerði næstuð í, já, guðdómslegt play þarna bara. Það var insane. Þetta var svona demigod play. Næstuð í full god. En eitthvað er í gangi hérna. Ætli fluffarinn hafi dottið út aftur. Ég get lofað ykkur því ef það er staðan þá er hann allavega ekki á ljósleiðaratengingu. Búm, ljósleiðarinn. Besta netlandsins. Ég meina hann er allavega, var ekki, við vorum að tala um það, hann er mögulega. Þeir voru að resetta eitthvað fór úr skeiðis hana. Já. Stutt, reset og ættum að fara aftur í gang. Bara hvað, sko, það er sama playið hérna núna, það eru bara tekkur, já, það er vissu Mark 10 á Bjarna, hann náði að búa til fullt af peningarna úr þessu rondi, og að vísu með Hellings Utility að hafa eitthvað meira til að vinna með núna. Þetta það er rosalega mikið mental dæmi þegar þú lendir undir í mappi eins og núk, sko. Þannig að núna Saga miklu betra kaup, klálega. Málarnir komnir út og smókveikurinn komið fyrir. Guttið komið framalega hérna með. Þetta er athyglisvert. Fara í þetta móti ykkur lóbæi. Jéminn, ok. Keira inn að rampin, eru búin að missa nærpikkinu hérna, ADHD nær öðrum. Bomban er á döð á mjög vondum stað. Er ekki eins og með flast til að ná honum af línunni. Nærskotinu, þá keirir Fluffy hann. Ekki, ætlar hann aftur. Tekur ekki skotið. Nei, en þeir ná hins vegar bombunni. Þannig að mission accomplished. Eitt að koma í bak á rampin líka. Þetta er Opp. Hvað gerir Fluffy þessu? Hann er meðvitaður. Mistur að tímasetningunni því miður. 2-2 planti komið niðri. Vita hvar báðir eru. Retake á vappanum, hérna, droppar honum. Nei, skiptum vopn, hann er lár. Spila þetta statistically meiri líkur á þessu. Góður smókur líka. Og ADHD sér að fara í defið. Þetta væri ekki fyrsta ninja sem hann tekur. En hann er bara að stikka. Það er kitt. Það er lítill tíma eftir. En Mozart með línuna. Mozart finnur hann í gegn. Við sáum MP7 að pússa þarna í lobbyið. Mér finnst þetta bara svo athyglisvert call. Já. Héldu þeir væru Force eða? Ég bara veit það. Nei, ég held þeir voru full buy. Af því ég átta mikið á callinu. Einmitt. Af því þú ert að hlaupa í close range í tekkur, basically. Og í líka bara turning point í leiknum.
Þarna áttu basically bara, hey, við erum með betri byssur, halda aftar, hleypa þeim inn í okkur, ekki vera tekið að deglum, bara simple dot. Þetta var svolítið svona moment þar sem við lefum svo að Saga ofhugsaði playið, ofhugsaði rondið og gjörsamlega bara silver platter, here you go, hérna er rondið. Gæti verið, eins og segir, misreikningur á penningnum, en Bjarni það hlýtur að vera. Ég held að leikmenni svo krakkinn og aðrir hefðu, ég sá ekki hvort að hann var með í þessu, en myndi ekki hleypa þessi gegn svona lóbæi, sko. Nei. Enga veginn. Þetta var MP7. Þetta núna þeir Ríkó, sko. Þór öllu líkjum bara fara hérna í 10-7 og klálega með yfirhöndan í þessum leik. Ein neita á krakkinn, hún er komin út, gerir engan skaða og hér kom ótismókarnir og í þetta skipti þá ætti Þór að vinna þetta líka. Búin að finna gutta eða bara leið. ADHD með eitthvað hérna. Nei. Nær ekki að hitta ADHD þarna. Það er búin að setja pressuna upp og eitt samt kominn í, vita af hann hins vegar hleypið tilbaka. Spurning hvað Þór vill gera út úr þessu. Allavega búin að setja pressuna á móti Þór, þannig að þeir svona eru aðeins hrættari við að fara í þetta og eru búin að stilla upp meira fyrir vippa splitti hérna. Fluff er ennþá að halda lobby. Ennþá með lobbyið bara vel gert, denier infoið. Þór í rauninu bara hægt og rólega fikra sig áfram sem er held ég bara best að sér geti gert í þessari stöðu á móti ígóðinu, fari kattið á öllum líkindum. Já, einmitt. ADHD búinn að koma sér fyrir í B-inu, það er svona eina sem að Saga hefur núna en þeir þurfa að sjá restina af mappinu. Þetta verður erfitt fyrir Sögu núna, sko. Það er komið kattið einn í lobbyinu, spurningleita hvar ADHD er í lobbyinu, hann er bara snöggur í bakið á nær kill! Skún mögulega að bjarga þessu rándi. Við 2 kill gerast á sama tíma á móti. Mozart einn úti, krakkinn þarf að hitta þessu skoti. ADHD er að láta í baka á Fluff hérna á öllu líkindum. Já, gerir vel krakkinn. ADHD er bara með hann í vasanum. Held að. Vill fá örugt skot, tekur bodyshotið, ekki að... Skún, hetja þessa rounds. Einhvern veginn með P250, besta vopn leiksins, top 30 eins og við töluðum nær 5 hérna í heaven og bjarga bara roundinu. Ég skal allavega segja þér eitt, að P250 er eins og er betri en MP7. Ég er búinn að sjá hana allt of oft í deildinni síðan hún var breytt, pikka það upp og enginn er að hitta með henni. Ég hef ekki séð kill með MP7. Fólk náttúrulega sér bara patch notes og það er bara eitthvað nice. Hlýtur að vera. Gekkið. MP9 er ennþá king, það er bara staðan. Já, hún er, maður veit allavega hvað maður er að gera með henni. ADHD að taka núna. Það er bara aðeins betra range á... Takk á sig. Já. Kemur sér í nýja línu, stillir sér aftur upp, fegin að vera lifandi. Við erum hins vegar að sjá krakkina aðeins að lagga hérna í leiknum. 7-13 aðeins eftir á. Ekki oft sem að maður sér hann bottomfragga leik. Nei, hann er ekki búinn að vera... Hann er ekkert búinn að vera, hann er búinn að vera góður, nógu góður. En ekki geggjaður. Ekki vargur. Nei, það er svolítið þannig. Guddin er pikkinu, Viktor svarar. Þetta er svo athyglisverður leikur. Það er bara, hann er búinn að fara svo fram og tilbaka, round sem eigi ekki að tapast er að tapast og þetta er einhvern veginn, já. Ég elski þetta, skemmtilegu Counter-Strike. Ég get ekki sagt þér hvor lið er betra eins og er, sko. Nei, það er bara eiginlega erfitt að dæma það. Grunnurinn á hvor lið er að spila flottari Counter-Strike, þá fer ég yfir í Þór. En Saga eru að brjóta þennan múr sem að Þór eru með svo vel. Já, ég nefnilega ekki eins og vissum að þeir sé að spila flottari Counter-Strike. Því Saga var alveg öfluði líka í terr, sko. Voru með skemmtileg plays, góð calls og góð rotations. Þetta er bara rosalega 50-50. Í rauninni eina rándið sem ég set stórar athugasemdir við hjá Sögu var akkurat þetta lobby push, sko. En fyrir utan það hefur... Viktor, gerir vel þarna. Er þetta að fara að snúast aftur við? Þetta er bara íkvar ránd sem þið skiptir sig hérna. Þetta er insane leik. Það er að ADHD með vappa og mér sýnist hann bara ekkert langa að reyna. Hann býður eftir hund. Já, þetta er alltaf hvort þið finnir eitthvað eina flassi kemur inn, þannig þeir vita þessu í ykkur tínu, vita 2 close á tínu, þeir alltaf halda þessu. Já, gefa þetta ránd. Það er bara hannig. Já, ég held að það sé bara skynsamlegt í þessari stöðu. En þá ekki of langt í burtu frá Þór. Þeir eru að fara að fá 10. rándið sitt. Já. Fluff, hann er kannski ekki með bestu byssuna í að sækja í þetta. Og já, þeir er alltaf hjóli í það. Já.
ADHD hins vegar væntanlega með vappalínuna tilbúin. Hittir ekki hins vegar. Nei, þeir bila. Einhvern ekkert þannig séð að Þór vilja endilega fórna einhverjum byssum, sko. Nei. Hörru, nú ætla ég að gefa þér séns á öðru predictioni. Erum við að fara í overtime? Sko, með að þetta er round, skilur, round, þá nei. Nei, það er bara með with the man. Já, þú ert bara að fara út á því. Nei. Ég er meira að hugsa, mér finnst sko þegar eitt liði gengur vel, þá kemur hitt og segir Þannig að mér finnst eins og leið og við fengjum eitthvað, eitt liði væri komið með 12 og þá er hitt liði bara að segja Nei, já, þú veist, þetta er eiginlega impossible leikur til að spá með hvernig hann er búinn að þróa, sko. Það er ekkert pattern. Nei. Það er ekkert pattern. Þetta er einhvern veginn bara mjög back and forth í allar áttir. Svo þegar Bjarni er 1-5 og maður heldur að þetta sé bara búið, þá er þetta bara 50-50 bardagi. Já. Þeir eru komnir close, þannig að allir er að fara inn í íþrótta, sýnist mér. Nei, fara Secret, tökur löngulegðina hérna, gera vel. Það sem að ég er ánægður að sjá Þór gera núna er að þeir eru ekki að stoppa og vera svona óþægilegir eins og þeir voru í Ancient. Þetta er alltaf skún hérna. Já, nær einum. Spottar hins vegar 3 í viðbót. Molla... Er engin niðri? Nei. Jú, Gutti komið niður, ok. Hann fær gæðinni single. Hann opnaði ekki. Kemst í örugga stöðu, en þá geti komið kólið tilbaka. Já. Það er maður núna efst upp. Ná gæðinum fyrir aftan, allir fari bara upp. LeFluff er tilbúin að splitta með þeim, það er bara rétta kólið. Gott kól. Og þeir eru að fara að sækja 11. rándið, 7-13, en... Líka þannig að þetta ekki nema ADHD-na er einhvern veginn að finna LeFluff hérna, þá kannski reyna þeir, en... Annars bar. Já, ég held það. ADHD fara ekki bara á bíti. Bitinn er reynum. Já, en ADHD er að fara að falla ef hann reynir. Já, ég held að hann þori ekki að labba lengra. Spurning hvort að hann hitti á tímasendinga sem að LeFluff hættir að halda þessu, en hann klerar alltaf LeFluff. Ó nei, herru, rándið er að gerast. ADHD næri þessu. Gutti, þeir finna last. Það er alltaf hjóli í hann. Þeir ná rándinu. Þeir einhvern veginn á rándinu. Hvað er að gerast? Hvað er að gerast? Ég væri svo til í að vera núna í Twitch-chattinu, hvernig liður ykkur hérna. Hvað er að gerast í þessu leik? 9-10. Ég skil ekki hvað er í gangi. Saga og Þór eru í núk einir að hækka púlsinn á öllum CS áhugamönnum. Ég hef aldrei verið með svo mikið kvíða í þessu og mér er alveg sama hver vinnur. Þetta meikar ekki sens, þessi leikur. Bæði lið vilja þetta einhvern veginn... Þetta er eitt skemmtilegasti CS-leikur sem ég á. Já, ég er alveg sammála, sko. Back and forth og ég meina þó að eitt lið myndi taka við núna þá er þetta búið að vera geggjaður leikur. ADHD hittir ekki skotinu hérna, hann heldur áfram línunni, bakkar undir úrinni, Jigglar sér að halda líka uppi sílóinu, en þá eru þeir, já eins og ég segi, mér finnst það svona Þór að gera rétt núna, munurinn á þeim í Ancient þegar Saga voru að taka og svona þá, er að þeir eru ekki að chicken out, þeir eru að halda fram að gera sín play og þau eru að enda á því að virka, en það er bara, Saga er að retaka einhvern veginn og Blassi, hvað segir þau? Piggy ég mættur sko, þetta er orðið langt að fyndi sko. Oh my god. ADHD fellur, það er vappinn dottinn út í leik og sterkasti leikmaðurinn. Mozart heldur línunni á Gutta, Gutti heldur lífi samt sem áður. Tveir að koma hérna vipaðan, Hundsi, eitt baka venti líka, þetta er skemmtilegt crossfire fyrir nákvæmlega þetta. Þeir eru öllum líkindum ekki að fara að klíra krakkinn þegar þeir komast út. Hleypaði hana, klíraði hann, nei, eins og við byggumst við. Nei, en hann næri ekki meir en einum. 2-2, smóka fyrir aftan sig. Liðið sem á að vinna þetta round er ekki að vera að vinna þetta round. Nei, hann situr hann í spike, versta tímasetning heim í skún, hleypar hann út. 1-1. Hann droppar niður. Hún langaði það. Hann droppar niður, hann er búinn að lesa þetta. Hann feikar droppið. Gutti fer niður. Hann feikar droppið. Mozart er bara að hugsa 3000 IQ-ar núna. Verst að Gutti var nú þegar búinn að ákvæða sitt eigið play og heyrir ekkert í þessu. Þetta var svo fucking vel gert. Og ég byrst afsökunar á F-bombunni. En það er ekki hægt að dæma með akkurat núna. Ekki ég. Gutti, mér finnst eins og hann sé bara að vinna þetta. Af því að Mozart á að vinna þetta. Hann er með kit, stikkar hann. Imagine. Oh my god. Það var...
Nei, oh my god. Hvað er að Þetta er Lár líka. Hvað er að gerast þetta? Ok, Gutti næri þessu. Staðan 10-10. Þetta er insane. 10-10. Mozart einhvern veginn klikkar á skotina þannig að hann hafði ekki hugmynd hann. Oh my god, það nær Gutta niður í lágan HP. Þeir eru báðir ein kúla þegar hann tekur þetta wide swing og klárar hann. Krakkar, þetta er Counter-Strike. This is why we do this. Það er bara staðan, sko. This is Counter-Strike. Já, og núna kemur timeout út. Þór. Já, þetta timeouti fyrir okkur líka heima, sko. Já. Bara 10-10, sko. Ég byrjar að móða Sigga í hana, halda í honum herslættinum gangandi, sko. Gangandi, ég var að halda hann niður, sko. Ég er að móða henni niður. Ég er að reyna að róa mig og þú bara hérna anda eins hratt og getur hérna að póka. Bara. Oh my god, sko. Þetta er geggjað. Þór, ok, nú myndi ég segja. Þór eiga ekki að vinna þetta ránd. Nei, Þór í rauninni er komin í svolítið erfiða stöði hérna. En með við hvernig við erum búin að sjá fyrstu rándin fara, þá er ég einhvern veginn uppi, niður og niður upp, sko, með það sem við erum búin að sjá í dag. Það er klukkan. OT. Við erum allavega að fara að spila fyrir OT ef að það er eini sjensinn eftir þetta en þeir eru líka á hættulegu kaupið Saga. Ég meina, já, þeir eru, eða sko, hvað varðar bankan eftir á, en ég sé ekki akkur Þór ættu að... Þór þarf bara að gera þetta dýrt. Geggjaflass, hann er alveg fastur hann í horninu, ná honum út, Skún. No way. Nær 2, ADHD mættur, Skún og ADHD. Two-man army ná að taka alla 5. Skún! Þetta var gott play. Já. Það bara einhvern veginn spilaðist það ekki nægilega vel út. Plassamannin 100%. Ná honum út, en Skún bara næri þessum 2 þarna í gul og ADHD bara aðeins og snöggur að koma honum til hjálpar. Og núna kemur annað taktikal hérna, núna sögumegin. Ég held að þetta sé, jæja strákar, getum við tekið 2 ránd í einu. Já. Tökum Lobby Crunch. Háðu græna upp í 7. En þetta er vægast sagt mikilvægara ránd fyrir Þór, þó svo að Saga sé að taka timeoutið, en það er eiginlega bara þeirra að hugsa sig sjálfa núna. En Þór, þeir eru með miklu verra utility og banka ef þetta ránd fer í köku. Já. En þannig að ég hlakka til að sjá hvað playið verður hjá Þór, hversu úthugsaða verður eða hvort að þeir spili bara rándið ekki öryggir. Eru kannski allir hrættir að fara að gera eitthvað mistök. Það má ekki gerast heldur. Nei, þetta er svolítið dugað að drepast fyrir Þór akkurat núna. Peningurinn er engin, ef þeir tapa þessa rándi þá er held ég leikurinn bara fallinn. Þannig að þetta er rándið sem að þeir þurfa akkurat núna. Og hvað er í vændum? Og hvað er callið hjá Bjarna hérna? Brjótasingul, það kemur smókur til að dekka þetta líka. Já. Og þetta heldur þeim allavega á tánum hjá Sögu. Krakkinn fer ofan í vendið, þannig að hann allavega neitar því strax, en verður hann bíður eftir Stjána. Stjáni, nei! Krakken! Einu skref á undan. Já. Og kemur sér hérna fyrir og þetta drepur playið sem þær voru kannski með á undan, þannig að nú þurfa þær að koma með plan B. Hvort það sé B eða ekki, það er önnur saga. Taldu Sögu... Nei, ok, alltaf að fara í ringi hérna. Svona að nota... Þú veist, þú voru hendi triple puns. Þetta er ekki einu svona intentional, sko. Bara punnvél. Þetta er bara punnvél, sko. Gasta einu svona með Tomma og þá bara pun. Já, það er enginn að dæma það. Reyndar, ef þú fer oftar en 3 punn, þá geti hausinn á mér sprungið. En já, ennþá er rándið að spilast út. Þeir eru bara að bíða hægt eftir öllu jútölunum 2 rampinum, hins vegar þetta er að fara að reynast þeim ótrúlega erfitt. Já, 40 sekundur, þetta er bluff, þeir eru að fara yfir á A aftur, þeir eru að reyna að hrista aðeins í vörninni hjá Sögu, en Saga eru bara einu skref undan. Þeir eru 3 á gólfinu. Já. Þetta er... sennilega lokin á þessu rándi. Það fyrir eftir þessi pikki held ég, eitt upp á gula nær honum, já, þetta lítur ítl út fyrir Þór núna, Mozart. 1 eftir, allir mættir til að taka mótunum. 12-10 Þór við bakið upp við vegginn núna. Já, og ekki gott kaup heldur eins og við nefndum í rándinu á undan. Þeir verða að kaupa alla leið niður núna og já, það er eiginlega svona
Þetta er bara líflínan og þetta er ekki einu sinni til að koma þeim í overtime, þetta er til að halda, sko ekki einu sinni peningurinn sé öruggur ef að þeir myndi vinna þetta rond. Þannig að þetta er bara mjög mikilvægt tæmat hérna en gefur líka sögu tíma til að hugsa. Þeir eru farnir að líta snirtilega út núna. Þeir eru bara að ná að halda sætunum. Það er ekki að þurfa einhver gimmick plays eða eitthvað svoleiðis. Skún er bara að halda sínu. Stjáni er búinn að vera bara rock solid allan tíman. En það er bara aðeins minna hjá honum hérna á attacker hliðinni. Við, sko, þetta er, hvað finnst þér þetta kaup? 2 Galils, AK, Scout á Mozart. Það er besta sem við getum fengið held ég. Bjarni ekki ennþá búinn að ákveða. Hann er ekki bara með hendurnar í lófunum, hausinn í lófunum. Við erum öll þreyttina. Já, þetta er örugglega ömurlegur leikur fyrir þann sem tapar hér í kvöld. Þetta er bara búið að muna svo litla á milli þessara liða. Það gæti verið að við höfum báðir rangt fyrir pikkunum okkar líka. Þannig að ég kólaði 2-1 Þór, svona samfærandi en samt ekki. Já, þetta 2-0 pikk mitt var eiginlega miðað við að þeir myndu vinna Ancient. Ég hafði svona tilfinningar að þeir myndu tapa hana bara. Ég held að þetta sé bara gott að búið. Já, það er Mozart og hann er ekki með byssunum til að gera neitt úr þessu. Droppar hérna niður, hittir ekki skotinu, þurft að gera það og það er Hundsi sem að lokar á þetta. Það er Saga sem að vinnur Núk 13-10 og seríuna 2-1. What a game! Eiginlega, já, ég bara á ekki til orð. Tekur hattur af fyrir þeim, eða? Já, þetta var, já, geggjaður Counter-Strike-leikur, bara geggjuð sería í rauninni. Já, ég er svona ennþá að jafna mig. Hvað tekur maður úr? Ég er ennþá að jafna mig eftir hennar leik. Þetta einhvern veginn, þessi Núk-leikur sérstaklega, var eitthvað mesta bíó. Þetta var ángrísklikk. Já, ég held ég hef bara aldrei skemmt mér vel yfir einum leik þar sem að allt var að fara vel eða úrskeiðis hjá báðum liðum. Og þarna sáum svolítið bara sama og við sáum í Ancient fannst mér. Já. Bara svolítið svona clueless hvernig Þór ætlar að loka. Þú veist, geggjaður upp að og síðan það kemur að loka sprettinu, hvernig ætlar að loka þessu, þá einhvern veginn eru þau með engin svör. Og það misti þetta svolítið frá sér í lokin. Spáin var allavega rétt, það voru allir mættir á Núk en það var enginn tilbúin til að gefa upp leikin og það sást alla leið. Já. Þetta var sería. Algjörlega, ég er bara eiginlega bara nánast bara lóaklapp bara fyrir amazing game sko. Ég skemmt mig vel. Já, en mér langar að spyrja þig núna og ég veit að þú hefur örugglega ekkert gott svar, en hver er MVP í seríunni? Við erum að horfa á sögu núna. Guð minn almáttugur. Já, þetta er erfitt svar. Það er klálega fluff fyrir Þór. Já. Í seríunni. Ætlaði þessi ekki svona toss-up á milli... Skún var áberandi í Skún var... Hann bjargaði rondum sem að eiginlega var, eiginlega, og hann var góður í öllum leikjunum. Solid performance, vargurinn var solid en var minn lítið sjáanlegur í Núk þannig. Gutti var líka geggjaður. Gutti var flottur. ATHT átti sín moment. ATHT átti líka sín moment, byrjaði sterkur hérna í Núk, náði einhverjum góðum klötsum líka. Ég veit það ekki, þetta er erfitt. Ef ég var að hallast að þeim rándum sem ég var að sjá, Skún átti nokkur svona mikilvæg ránd í eiginlega öllum leikjánum sem að svona svolítið snéru leiknum liðinu sinni í hæginn. Ég er örugglega að hallast að Skún. Ég myndi segja Skún og þar er ég sko aðalega að horfa það. Já, hann var average í báðum leikjunum fyrir Núk, en í Núk eftir þetta P250 þar sem hann heldur uppi. Þetta ránd var galið. Og eftir það, eftir að hann fær þessi kill, þá heldur hann A-sætinu bara eins og klettur. Hann hleypur engum í gegn. Hann var geggjaður fyrir liðið sitt í Núk. Hann var allan tíman á sínu stað og gerði allt sem hann þurfti að gera og meira í Núk. Hann kom mér á óvart í rauninni. Ég var svona, þú veist, Skún hefur alltaf verið mjög solid leikmaður, sko, en hann var að sýna gott kaliber í dag. Bara geggjaður og fær bara props fyrir það, algjörlega, og MVP bara well deserved, held ég. Já, vantaði auka hestöfl og hann mætti á staði. Var alltaf að skila sínu. Þannig Skún, take it home. Já, algjörlega. Í rauninni mikið annað að segja um þennan leik annað en að reyna að ná okkur niður einhvern veginn. Ég held það og ég held að þið þurfa að gera það heima líka. Þetta var
ein góð sería og ef þið voru að koma seint inn í leikina þá mæli ég líka með að fara aftur tilbaka og horfa á lágmark á núkleikin. Já, lágmark, þetta var já. geggjaður leikur. En já, það er eins og ég segi, ekkert annað en að kalla þetta gott í kvöld. Þetta var loka atriðið á 3. umferð. Við sjáumst aftur í næstu viku á 3. degi með 4.